Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði popp sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldum mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sweet chili sem svarta bókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Ég er búin að vera að leika þarna í leikfélaginu, sko. Já. Bímosó. Já. Byrjaði þar. Alveg, þú sagði mér það. Já. Byrjaði þar 2018. Já. Og var einmitt þarna í desember 2019 að leika í sýningu. Já. Sem var frumsamið verk, sko. Söngleikur. Já. Svona jólasöngleikur. Já. Eftir þig? Ekki eftir mig, nei, eftir að stelpa úr leikfélaginu sem að samtíð hérna söngleik og mjög skemmtilegur. Og ég er búinn að vera í 3 sýningum og Hvernig söngleikur var þetta? Var þetta svona eitthvað jolly, skemmtilegt? Það var bara jolly, sko, bara svona lög sem að, ekki frumsamið lög, þetta bara svona lög sem að þekkt jólalög og svona. Varst þú að syngja? Ég var að syngja. Ertu góður söngvari? Já. Kom hikað. Þetta sko, ég get sungið svona dimmrödduð lög. Já. Og í þessum söngleik söng ég lagið Baby It's Cold Outside. Já, ok. Nema bara með íslenskum texta, sko. Já. Ég og einn stelpa vorum sungu duett, sko. Já. Það er mjög gaman, sko. Hver sá að þýða texta? Yfir íslensku? Það er til eitthvað íslenskur. Já, já, ég skil bara, hafa bara tekið þýðingin eitthvað svona gömul þýðing og notuð. Já. Já. Og en svo get ég sungið svona Mikka Ref. Mikka Ref, jú, ég hef heyrt Dýrin þetta. Ásarskógi. Dýrin Ásarskógi, já. Hér mæti Mikkelsjá með mjóa kló á tá. Já, ég get sungið það. Getur sungið það? En ég fekast ekkit mikið í eitthvað svona háa síð, sko. Nei, þú ert ekki að vera að taka eitthvað svona, eitthvað óperusöng? Nei. Ég fer ekki þangað, sko. En hvernig var að leika í svona söngleik? Var þetta mjög skemmtilega? Já, mjög gaman, sko, og vera að dansa og vera í svona hópatriðum og svona. Það er alveg geggjað, sko. Og svo vorum við að fara að frumsýna annan söngleik. Já. En svo kom COVID. Helvítis COVID. Og það er búið að vera á hold. Síðan þá? Alveg síðan þá. Við ætlum að frumsýna aftur í október í fyrra. En það kom aftur COVID. Það kom önnur bylgja. Já, og planið, eins og það í dag, er að frumsýna í nóvember. Ok, við vonaði besta. Ég vonaði það og það er einmitt söngleikur eftir, það er bíómynd. Stjúart Litli. Já, Músarmyndin. Músarmyndin. Og við erum að fara að gera söngleikinn Stjúart Litla. Veitu, hvernig virkar það? Er það eitthvað sem leikur Stjúart? Það er þannig að það er stelpa. Þar er búið að vera svolítið svona út af COVID, þá eru eitthvað svona mannabreitingar, eitthvað sem getur ekki verið með núna. Og og það er ekki alveg komið að hreint hver verður Stjúart. Það berður ykkur þeir ekki fara á mússöðinu. Nei, það er ekki mús, en það er brúða sem að leikarin sem að leikur Stjúart heldur svona á, svona strengjabrúða og Já, ég skil þig. Leikarinn er klæddur eins og brúðan, þannig að brúðan er svona lítil
þannig að athyglin á að vera á brúðunni, sko. Já, ok. Þannig að hann, er leikarinn að fara með línur? Já, leikar verið með línur, en þú átt að horfa á brúðuna sko. þegar hann er að fara með línunar? Já. Eins og brúðan sé að tala? Já. Ok, hljómar áhugavert. Já, mjög áhugavert. Hvað ert þú að fara að leika það? Ég er að leika... Máttu segja það? Er það leyndarmál? Nei, ég held ekki, sko. Ég leik kött sem að heitir Móri og er kötturinn sem að Snjói, sem er hvíti kötturinn, hann fer og talar við vin sinn sem heitir Brandur og þeir tala við Móra sem er svona The Godfather yfir öllum. Er það eitthvað svona gangsterköttur? Já, má segja það. Mafíuköttur. Já, þeir tala við hann og biðja hann að losa sig við Stewart. Ok, ég bara að sá allir myndina. Þú sást ekki myndina? Nei, þetta er mjög góð mynd. Sko. Voru ekki gerað 2? Það var ekki gerað, jú, 2. Eða 3? 2? 2 minni mig. Var þetta ekki Michael J. Fox sem talaði fyrir það? Jú. Já, einmitt. Ég maður svo til coverinu. Ég bara á eftir að sjá það. Já. Og Einn daginn kemur það. Já, þú getur komið í leikhús. Komið í leikhús. Og þar er mitt syngi ég. Einsung. Ertu þá í búningu allir, að þú ert leika kött? Já. Ertu með eyrun svona kattareyru og eitthvað? Sko, þetta var ekki alveg allt tilbúið þannig að þegar COVID skall á. En ég er í búning og er með eitthvað skonar það var ekki alveg koma að reynda hvernig þetta nákvæmlega verður, sko. En þú verður einhvers konar gerfi? Ég verður einhver í gerfi, sko. Okay. Þú verður ekki bara svona í hvítu stuttarból og gallabuxum? Nei, ég verði í einhverjum svona... Þú verður kattarlegri? Já. Ég man ég með hatt og einhverjum svona frakka svona... Já, ok. Þannig á að vera svona guðfaðir. Já, ég skil, þetta er eitthvað svona Marlon Brando fígur eitthvað. En ég man ég segi, sko, í laginu sem ég syng, þá segi ég eitthvað svona, ég sé guðfaðir kattana, sko. Þetta er hljómar stórt hlutverk. Já, ég á að drepa Stewart. Hvað svo á það? Drepa Stewart. Já, þú ert að drepa Stewart? Já, ég borða hann allavega. Borða hann. En eins og með bíómyndur og svona, þú er mikið náttúrulega kveikmyndum. Já. Hefur eitthvað leikið í svoleiðis, langaði leikið í svoleiðis? Ég hef ekki leikið í einhverju svona stórri mynd, sko. Hefur leikið svona myndavel? Ég leikið svona myndavel. Í stuttmyndum og svona. Og vinur minn sem heitir Halldór, hann er ekki að sé að horfa. Vonum það. Vonum það. Ég er mikið búin að benda á þetta podcast og hann ætlar alltaf að fara að horfa. Núna verður hann að drífa sig til að gera það. Núna þegar þú ert komin í þá kík ég. Og hann sagði, ég tjekka nú kannski á fleiri þáttum líka. Ég þarf að vona það, Halldór. Já, ég er búin að segja hann að þú verður að tjekka á þessu, sko. Ok. Og hann er í kvikmyndaskólanum. Já, geggja. Er á leikstjórabraut, eitthvað svoleiðis. Handrita á leikstjórn. Og þá er hann að gera stuttmyndir og áður en hann fór inn í skólan, þá voru við 2 að dunda okkur að búa til stuttmyndir og tónlistarmyndbönd og það sem að tónlistarmyndböndir voru bara svona, þetta var ekki svona eitthvað ég í bíl að syngja eitthvað ég vil ekki vera svona, þetta var ekki þannig, sko. Þetta var bara svona það sem ég setti sér niður, bjóð til eitthvað svona sögu. Já, þetta er saga sem við sögðum í gegnum. Já, ég skilji. Og svo var lagið bara undir. Já, ég skilji. Og við lékum í tónlistarmyndbandinu. Eins og eitt tónlistarmyndbandið var Way Down We Go, Kaleo. Já. Og svo bara bjóði til eitthvað svona sögu það sem að... Þið voru bara að leika ykkur? Já. Já. Og þetta er ekki hægt að sjá einstara. Þetta er ekki aðgengilegt. Nei. En hvernig varstu að fíla að vera frá myndavel? Var það skemmtilegt? Það var mjög gaman, sko. Langaði að gera meira af því? Já. Ég er alveg til í það, sko. Já, eða það? Þó að leikhúsið sé svona, það er meira ég, sko. Af hverju? Það er að því að, sko, að fá þessa, svona, hafa áhörunduna á staðnum. Já, þessi tenging sem myndast við áhörundur. Og svona bara tilfinningin, svona eins og að vera áhorfandi í leikhúsi. Það bara það sem þú ert að horfa á er að gerast núna, sko. Já, ég skilji. Og það er engin, þú getur ekkert fengið tökur 2. Nei. Það var að hefnast þér. Eða klikkar eitthvað þá bara show must go on, sko. Það er ekkert eitthvað.
En er það ekki pínu stressandi? Jú, það getur verið það sko og eins og rúglast á texta og eitthvað svona þá þarftu bara að redda þér sko. Ég get þetta ekki sjálfur sko. Nei, þetta sem betur fyrir hef ég nú ekki oft rúglast sko. Nei. Kannski eitthvað svona eitt og eitt orð eða eitthvað svona. Þú hefur sloppið vel? Ég sloppið vel, ég ekki, maður hefur heitt sögur svona sem fólk hefur bara gjörsamlega frosið sko á sviðinu. Það er ríkalegt. Það er ríkalegt sko. Ég vorki með þeim. Já, og bara, maður ekki neitt sko. Gleyma bara öllum setningunum. Orðunum sjálfum. Já. En eins og með að horfa á sjálfur. Ég veit út mikil kvikmyndaámaður. Já. En finnst þér skemmtir að fara í leikhús heldur en bíó? Það eru spurning. Ósækjandi spurning. Það er bara svo mjög ólíkt sko. Er allir gangur á því? Já, sko, að fara í leikhúsi er svona allt öðruvísi upplifun sko. Já. Það er einhvern veginn svona þú fer miklu fínni í leikhúsi til dæmis. Já, og klæðið upp og svona. Já. Og svona tekur kannski kvöldmat fyrir út að borða. Ferði í leikhús. En í bíó er bara svona það er ákveðið bara svona að ég voru í bíó í kvöld. Já, ég skilji. En samt skilji að það er að koma einhver geggjuð mynd í bíó þá er ég spenntur sko. En eins og við tölum aðeins áður en við byrjum að taka upp Dune. Já. Eða Dune. Dune. Við erum spenntir fyrir henni. Já. En eins og með hana er einhver leiksýning svo spenntar fyrir heldur en henni, til dæmis. Sem er núna Ef sem veist kannski að það er að koma eða eitthvað að setja upp. Sko, Borgarleikhúsið er að fara að setja upp nýju líf. Já. Bubba söngleikin. Ok, og þú getur fengið að sjá í kvöld. Þá sýningu eða Dune, hvað myndir þú að lega? Bubba. Ég ætla að henda það rúm. Þetta er ekki leikhúsblaður. Nei, sko, að því að ég er búin að bíða eftir þeirri ég er mikið Bubba þetta til líka, sko. Já, ég skilji. Og og svo sýning var, þau náðu að frumsýna þarna í mars í fyrra. Já, voru bara eitthvað 1-2 sýningar eða eitthvað svo sem fyrir loka? Þau frumsýndu þarna helgina sem að samkomubannið kom á. Já, ég skilji. 2 sýningar og hafi ekki sýnt síðan, sko. Ég er bara mann eftir þessu, sko. Þannig ég er búin að eiga miða bara. Já, þú átt miða? Já, miða, sko. Ok. Og ég er bara að bíða, sko. Þannig þegar ég fer á Dune í bíó, þá er þú kannski bara Bubba? Það getur verið, sko. Það getur vel verið. En Dune, ég svo sem veit ekkert mikið svona söguþráðinn. Ekki ég heldur. Þannig, sko. Ég sá aldrei gamla, sko. Er þetta ekki bara Denis Villeneuve? Jú, það er nómaður. Það er bara svo. Hvernig fílar hann? Hann er góður, sko. Ég er ykkurunum mjög oft við Darren Aronofsky, sko. Já, það? Eða svona myndina, hvor gerir þetta? En við tökum þið þá í smá test núna. Já. Noah, hver gerir hana? Það var... Var það Darren eða var það Dennis? Það var Darren. Það er rétt, já. Það er rétt. En Prisoners? Það var Dennis. Já. Ég sé Prisoners. Hún er gegn, sko. Ok. Og hún er rosaleg, sko. Já. Hugh Jackman og Jake Gyllenhaal. Þeir eru rosalegir í þeirri mynd, sko. Ertu hrifin af þeim sem leikurum? Já. Sérstaklega Jake, sko. Já, þú hrifin af honum? Já. Áttu eitthvað svona uppáhald Jake Gyllenhaal mynd? Ég held að ég verði að segja bara, sko, Brokeback Mountain, sko. Geggjumynd. Já. Þar er annar maður, Heath Ledger, sem við komum kannski nánar að þá eftir. Þegar við förum yfir listaðinn. Já. Spenntur að heyra hann, þú gerir svona top 10. Ég ger top 10 lista. Og þar kemur Heath Ledger. Ok, það er spurning hvort sé Dark Knight eða eitthvað önnur. Það kemur ljós. En kíkjum á hana lista. Já. Rankaðar myndirnar eða er þetta bara svona að blanda í póka? Sko, ég gerði 10 myndir. Ok. Og þú baðst mig að ranka þær. Sem að ég bara, sko, í fyrsta lagi með að gera top 10 lista. Sko. Algjörlega, það er erfitt. Hafður þú gert svoleiðis áður? Bara einhvern tíma sest niður og prófa að skrifa svona þínu top 10 myndir? Já. Já, þú hafði gert það? Já, ég gert það áður, sko. Og fannst það eitthvað öðuldra erfiðar þá? Eða bara pressa því þú vissir að koma í þáttinn? Nei, bara svona, að því að það er svo marga myndir sem að gætu verið hana, sem komast ekki á listan.
Þú hefur auðvitað getið gert 100 myndir, sko. Já. En það er líka svo gaman. Hvað endar á topp 10 þegar þeir eru stilt um vegg? Þú verður vel bara 10. Það getur mér svo ein mynd sem að ég gerði topp 10 lista. Svo horfði ég á myndina sem er í 10. sæti. Já, aftur þá eða hafður ekki séð hana? Aftur, sko. Já. Þá bara, hún verður að komast inn, sko. Og þá þurftur að kvætt út eina? Já. En myndina sem er í topp 3, já. Þær eru bara fastar þar. Heldur að verði þar bara næsta árið? Já, ég held það, sko. Ok. En svo myndin í 4. sæti, hún er bara í 4. sæti. En svo 5. 10, það er svona... Það getur róterast eitthvað. Ef ég myndi spyrja eftir 6 mánuði, þá kannski er eitthvað búið breyðast. Já. Ok. En ég fór svona líka eftir þarna þegar ég var að hugsa hvort að ég var þessi númer 5 eða þessi númer 6 og eitthvað svona. Þá fór ég svona, ok, hann er alltaf með þessar kannanir á Instagram, bara svona face to face, þá bara þessi. Hún er aðeins svona, ekkert betri reytilega, en bara svona... Meiri uppáldi kannski. Já, svona snerti við mér eitthvað meira, sko. Því svo getur eitthvað stundum myndir eins og við vorum aðeins Die Hard, sem við byrjum að taka upp. Einmitt. Mér finnst fyrsta eitthvað best, en mér finnst þriðja skemmtilegust. Já. Þú veit ekki ekki þar. Sko, ég hlustaði á Die Hard þáttinn sem að þið voru með. Gekja. Og mér finnst Die Hard 1. Já. Hún er bara... By far besta. Já, hún er langt best, sko. Finnst hún skemmtilegust líka? Já, sko, það er held ég mynd sem ég hef hort á bara oftast allra mynda bara. Já, bara allra tíma? Já. Á Die Hard 1? Já. Er hún lítið þá að vera á listanum? Sko, hún er ekki á listanum. Ok, akkur ekki? Það er vegna þess að hún er... Það sem eru á topp 10 eru bara... Það er allt gæðastöf. Já, en Die Hard er einhvern veginn bara svona... Ég horfi alltaf á hana á jólunum. Ok, já, þú myndur kalla það jólamynd, sérstaklega? Já. Það er sem ég segja ekki jólamynd. Þetta er jólamynd, sko. Í sammála. Þetta er jólamynd. Og ég man nú ekki hvað ég var gamall því ég horfði á hana fyrst, en pabbi náttúrulega er mikill bíómaður líka, sko. Og hann fór að sýna mér eitthvað tímann svona myndir. Og Die Hard var ein af þeim. Já. Og þá hefur það bara verið eitthvað 7, 8 eða eitthvað, sko. Já, það er svona æsku tenging við hana. Já. Ok. Og síðan þá er bara hver einustu jól hort og Die Hard. 1 og 2. Ekki 3. 3 er alltaf ekki beint jólamynd. Nei. Og 2 er mjög svo góð, sko. Ok, en er hún ekki pínu svona aðeins og svipu fyrstu? 3 reyndi að gera eitthvað smá nýtt. Já. Það er ekki samlega því. Sko, mér finnst sjarminn mitt að hérna vera þetta jóla. Ég fannst að það vanta í 3. Já. Já, ég skilji. Mér finnst hún alveg góð, sko. En ekki eins mikið uppáhald, Nei. Nei, ég skilji. 1 og 2 eru svona... Það er svona... Búin að horfa á þær bara frá því ég var ungur. Alltaf jólin, eitthvað nostalgía. Og svo 4 er bara... Sko, eftir að John McClane var sköllóttur, þá veit ég ekki hvað gerði, sko. Bara... Ég fíla hann ekki sköllóttan. Nei. Hann má vera með þunnt hár, en hann verður með hár. Já. Og hann verður líka að reykja sígarettur. Já. Og vera á tánum í hlýraból. Helst með blóð á tánum, sko. Eftir glerbót. En ok, ertu búin að sjá sérst 5 líka? Já, guð minn alveg, sko. En hvernig myndur það rankar? Er það sérst 1, 2, 3, 4 og 5? Sérst, er það bara... Já. Þú myndir ranka það þannig? Já. Bara í rauninni í réttir röð. Þegar þú byrjaði á toppnum, svo fór það bara niður við. Já. Ég veit ekki hvað ég voru að gera í 5, sko. Nei. Það var bara eitthvað rugl. Það er hrikalega leiðileg mynd. Já. Og bara hræðilega léleg. Ég fór á henni í bíó. Eina Die Hard myndi sem ég færði á bíó. Og ég var bara, hvaða steikir í gangi hérna, sko. Já. Þetta er hræðileg mynd. Já. Svo þau verið að tala ég sá eitthvað McClane mynd. Það er víst dött. Það er dött? Já. Okay. Ætla að gera eitthvað svona prequel/sequel, það sem ætla að nota Bruce Willis, en svo annar leikara líka þegar það var yngri, eitthvað bla bla. Bara, sleppa því bara. Ég held að bara, þetta verkefni bara dó
eftir að Disney keypti Fox. Já. Svo er náttúrulega eitt Hans Gruber. Og hann á svo mikið part á þessari mynd. Sammála. Það bara... Er þetta toppan? Nei, það er ekki hægt, sko. Nei. Og Alan Rickman er náttúrulega bara... Hann er meistari, sko. Sammála. Bara, ég sakna þess mikið. Já. Það er svo skrítið þegar svona frægir falla frá einhvern veginn. Man finnst þess að maður þekkið þá, sko. Svo bara einhvern veginn, þeir eru bara farnir. En það er svona gaman, ég hef líka stundum nefnt til podcastinu. Þeir lifa áfram í gegnum myndirnar. Já. Þú getur alltaf, eða langar að hitta Alan Rickman, þá bara skellur dagir í degi. Já. Eða Harry Potter. Já, eða Harry Potter. Það er myndið sem ég kom með hérna. Þú komst með eitthvað nördadót. Viltu sýna bara í þættinum? Já, ég get gert það. Sýndu mér það? Já. Bara, ég er bara mjög spennt að sjá það. Þú ert alltaf að tala í þáttunum eitthvað svona nörda Harry Potter, Star Wars. Ég er mikið að stríða Harry Potter aðdáendum. Já, og ég er Harry Potter aðdáendum. Ég veit það. Já. Ok, sýndu mér það. Ég er mjög spenntur. Andri kom með eitthvað póka, fullar eitthvað dóti. Sko. Ekki er þetta sorting hat eða eitthvað slags? Nei. Nei, ok. Þið ertu nú kannski að fá mér þannig næst. Þetta er... Byrjum bara á trefli, sko. Þetta er Gryffindor. Þetta er Gryffindor, sko. Og það er, ég man rétt, það er Harry Potter, hann var í Gryffindor. Hann var í þeirri heimavist, sko. Þeirri heimavist. Og það er húfa. Það er húfa. Og... Þetta er alvöru, sko. Ég er að fá hérna alvöru Harry Potter nörda í stúdíói. Og að lokum. Hann er með töfrasbrot. Já. Nú verður galdrað, sko. Má ég fá að halda á þessu? Já. Þetta er töfrasbroti sem að ég keypti í London. Já. Og ég fór með nokkrum félögum mínum. Já. Og við fórum á King's Cross lestastöðina. Já, einmitt. Það sem að þau fara í Hogwarts lestina, sko. Fara í gegnum hann vegginn og... Algjörlega. Og þar gat maður mitt, sko, farið að veggunum þar sem það atrið er tekið upp, sko. Já. Og Og þú átt myndaði það, væntanlega. Sko, það var það löng röð. Nei. Að ég nefndi mikið alveg að bíða. Og bara röð af fólki. Já, bara röð eitthvað bara lengst, sko. Og það er við hliðina og er Harry Potter búð. Já. Það sem getur keypt bara allt. Sem tengist Harry Potter. Já. Og eins og þessi sproti. Já. Að þeir eru mismunandi það ekki hjá törmannum eða galdarmannunum. Hvað kallar þetta galdarmenn? Galdramenn, já. Höframenn er meira svona... Svona wizards. Já, wizards. En er þetta sprótanars Harry, eða? Þetta er Harry, sko. En þú gast keypt þá líka sprótanars Ron eða eitthvað? Já, Voldemort og Dumbledore og... Og hvað, viltu segja, hvað kostar svona? Er þetta eitthvað rándýrt, eða? Ég man nú ekki nákvæmlega hvað það kostaði, sko. Er þetta bara talið sem leikfang, eða? Er þetta safngripur? Sko, ég er ekki mikið að leika mér með þetta, sko. Nei, ég er að pæla hvort að, ef ég væri 6 ára og mér langaði spróta, væri það þetta sem ég myndi kaupa, eða væri það meira dót? Þetta er sem er lightsaber. Þú getur keypt dóta lightsaber, en svo getur keypt svona flottari lightsaber. Það er svona Star Wars. Já, hvort er þetta? Sko, ég held að þetta sé meira svona safngripur, sko. Já, það er smá þyngd í þessu. Já, ég held að... Kannski ekki myndi svona dót. Nei, þetta er líka svona geti meitt, sko, eða einhverju krakkar var að... Póti í augun eða eitthvað. Já. Ok, Harry Potter. Já. Er Harry Potter mynd á listaninu? Nei. Ok, en þá er ég aðeins að spyrja þig, á hann fyrir listan, út í Harry Potter. Já. Það því ég er aðeins búin að djóki í Harry Potter nördum hérna í þættinum. Já. Að ég er nörd sjálfur, alveg hardcore. Ég er ekki mikil Harry Potter maður. Hvort finnst þér nördalega að vera Marvel-aðdándi eða Harry Potter-aðdándi? Harry Potter. Það er nördalega? Já. Er það ekki? Ég hef ekki séð eina einustu Marvel-mynd, held ég, sko. Nú? Ég er bara ekki þar, sko. Já, þú ert ekki fyrir Overture? Nei, sko, jú, Spiderman. Já, það er eina. Obama. Já, en ekkert eitthvað svona, þetta Marvel-dót, sko. Þú ert ekkert búin að segja eina? Nei, held ekki, sko. Og þú er engan áhuga?
Nei, sko ég fór á Spider-Man Homecoming og þetta. Já. Það í Marvel heiminum eða ekki? Já, jú, en það er Sony mynd. Þú veist, Marvel Studios, Disney gerir samningu Sony, þannig að fengi að taka Spider-Man yfir og eitthvað. En jú, hann partur af þessum MCU heimi. En það eins og sást. Ég ekkert í þessu Iron Man og Captain America. Ég held þetta fyrsti gestur minn, sem ekki búin að sjá neina Marvel mynd. Já, nei. Ég bara Harry Potter og... En þeir finnst það nördalara? Já. Af hverju það nördalara? Það var Harry Potter að það. Af því að, ef þú klæðið upp í svona búning og ert með sprota. En ég með það ekki að vera skilur bara með þetta. Af því ég var nú að horfa á, ég horfði á 1 og part af 2, bara núna helgina, sko. Já. Svona til að undibúa mig. Já. Er þetta myndið sem þú tekur reglulega, bara fyrir? Já. Sko, ég búin að horfa á alla myndirnar. Já. Mjög oft. Ok. Og svo oft hún að vera pæling hver besta myndin, sko. Hvað myndi þú segja? Fyrir mig persónulega, hvað myndi ég halda flestir myndi segja? Já, þú persónulega. Sko, mér fannst fyrstu 4 mjög skemmtilegar. Þá fannst mér þetta vera skemmtilega fjölskyldumyndir. Já. En eftir 4. þá tók við leikstjóri sem minna heitir David Yates. Já. Og ég held mér að hann hafi gert alla restina, sko. Gerði 5, 6 og svona, var ekki Deathly Hallows í 2 persónum. Var það ekki 7. í rauninni? Já, 7 og svo 8. Já, og sérst part 2, Deathly Hallows var það 7 og 8. Já. Hann gerði restina, það ekki rétt sem mér? Já. Og mér fannst bara eftir það, þá datt ég svolítið út úr þessu. Ég sá það allar, en mér fannst þetta orðið svo alvarlegt. Já. Og mér fannst það bara svo fyndið að þetta eru krakkar. Já. Og þessu orðin aðeins eldri, og mér fannst þetta var svo, fyrir mig persónulega, þetta var svo kjánalegt. Eitthvað svona Expelliarmus. Expelliarmus. Var ég að segja þetta rétt? Expelliarmus. Er það eitthvað svona afvopni? Já, svona, þá fyrstbrótir svona í burtu. Og En þannig að fyrir mig persónulega, fyrstu 4 mjög skemmtilegar, flestir segja Potter 3, af því Kúrón gerði hana. Prisoner of Azkaban. En mér fannst 4, var ekki Pattinson í 4? Goblet of Fire. Mér fannst hún skemmtileg. Það er samt lengst sem ég sá hana. Já, hann dóð þar. Hann dóð þar? Pattinson. Hvað hét hann aftur í myndinni? Cedric Diggory. Cedric Diggory. En hvað finnst þér best? Sko, ég er sammála þér, sko. Með hvað? Að fyrstu myndirnar eru bestar, sko. Ok. Svo fyrir þetta að verða svona, mér finnst 1 og 2, eiginlega bara 1, hún er best. Þið finnst hún best? Já. Ok. Vegna þess að, sko, þar er nostalgían alveg bara... Já, fyrir þig. Já, þú ert 5 ára þá kemur út. Já, 2001. Og svo kemur hún með 2 og það er bara Chris Columbus, leikstir 1 og 2. Og þær eru svo ógeðislega góðar, sko. Og það er eitthvað svona sem að það tengja svo margir við þau. Meinar við krakkana? Já. Skilur fara í skólan, vera í tímum, fara í matsalinn og svona Harry og Ron að mæta og seint í tíma og eins og í fyrstu mynd þeir bæta hana seint og eru ógeðslega fegnir af sloppið af því að það er engin kennari. Þá er McGonagall kötturinn. Já, svo breytist hún í. Einmitt. Þannig hún böstaði þá samt og svo bara eins og í 2 flugbíllinn þarna og... Var ekki slangan í 2? Eitthvað risa slanga. Jú, hann í leyniklefunum. Já, hittur ekki Chamber of Secrets. Chamber of Secrets. Já, einmitt. Og svo er 3 náttúrulega mjög góð með honum Gary Oldman, Sirius Black. Hún er rosalega góð. Svo fer þetta að verða svona, svo kemur þetta nýja leikstjóri númer 4 sem að, hvað er hann áttur? Mike Newell gerir 4. Og hún verður mjög dark hana í lokin þegar Voldemort endur holgast. Já, kemur hann fyrst dærin í 4? Ég kom að gleyma þessu aðeins. Alfans kemur hann fyrst inn með 4 í kirkjugarðunum og drepur
Pattinson. Alveg rétt. Og svo verður þetta svona, reyndar var 5 lengi vel mín uppáhald, sko. Það er Order of the Phoenix. Já. Paldi, misti ég nokkuð góð, bara munum nöfnin og þó ég sé ekki Harry Potter hún var lengi vel mín uppáhald, sko. En svo svona, bara svona síðustu árum, þá bara hef ég hallast að 1 og 2 eru bara, það er nostalgía. Já, og líka því að Chris Columbus kann að gera skemmtilega fjölskyldumynd. Já. Og hann gerði, eins og segir, já, hann gerði 2 líka, ég var búin að glemma því. Já. Myndaður hann gerði 1. Það finnst þér vera, að því að Chris Columbus leikst fyrir 1 og 2 og Home Alone 1 og 2 og John Williams gerir tónlistina í öllum þessum myndum. Finnst þér vera eitthvað svona líkindi með þessum myndum? Ekki sem þetta er nefnum bara að þetta eru börn í aldrei. Já. Og hann er góður að vinna með börnum. Ég meina Macaulay Culkin í Home Alone, brilliant. Og hann að taka þessar leikara í Harry Potter, þessi 3, voru þau ekki tildulega nýbyrjað að leika? Þetta er alltaf ungi krakkar. Jú, bara eitthvað. Ég meina, þau eru ekki með einhverja reynslu, þannig sé, bara pínlítið krakkar. En samt heldur góð. Já, mjög góð. Þannig að mér finnst kannski það einkenna, það er kannski tengingin. Chris Columbus, leikstara börnum, nærgóðu leik fram úr þeim. Ertu með hvað annað í huga það? Skemmtilega náttúrulega báða? Náttúrulega tónlistin hún er svona einhverju leyti lík. En er það ekki bara John Williams? Jú. Skilur, þú heyrir oftast að þessi John Williams tónlist. Þetta er alltaf eins og Jurassic Park og Indiana Jones og þetta. Já, þetta er alltaf, Star Wars. Þetta er ekki eins kannski, en þetta er svona... Hann er með sín stíl, sína rödd, sem er svolítið svona einkennandi. Það er svo margir svona composers eru með, svona þú heyrir bara, þetta er hann. Algjörlega. Og William, hver er frægar en John Williams sem kvikmynda tónskáld? Það er engin, sko. Ég held að engin. Nei. Kannski Hans Zimmer kemst næstunum í dag. Já. En hann er alveg að sérstallið maður. En ekki tónlistin í Harry Potter er svo, sko ég geti hlustað á bara tónlistina og fengið sömu svona tilfinningu og við það að horfa á myndina, sko. Já, þið finnst það góð? Já, hún er bara, og ekki bara eins og til dæmis upp á stiði, bam, bam, baram, bam, 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 bam. Að heyra það, sko, þá veistu bara ekki það er eitthvað að fara að gerast. Svo mörg önnur stef, eins og stefið bam, 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 bam. Já. Það er svona Quidditch að byrja, eitthvað svona. Og svo svona stef sem er svona vonarstef, svona Harry að hugsa tilbaka, svona sem að eins og ég var að horfa bara núna áðan á loka atriðið í Chamber of Secrets. Já. Þegar Hagrid kemur hann tilbaka úr Azkaban. Ég held að það sé besti endir á Harry Potter mynd. Í númer 2? Í númer 2. Þegar hann kemur inn, hittir Harry og Ron og Hermione, standa allir upp og klappa fyrir honum og þá er hann að lag undir og þetta er svona að koma tár. Já, þér? Já, þetta er svo fallegt, sko. Fórst þetta í bíó á sín tíma? Sko, ég man að ég horfði á númer 1. Ég átti að hann á Vaffa og S-bólu. Ok. Sem að minnir að við hafi kift eða eitthvað. Ég er bara 5 ára, sko. Og ég skellti inn í tækið. Það var eitt atriði þeirri mynd sem að ég gat ekki sofið, sko. Ég fannst það svo hræðilegt? Það atriði, sko. Ókvikindi? Já. Hvað var það? Það var þegar að Hagrid og Harry sátu saman hann inn á einhverju svona krá. Og Harry var að spurja hann út í hvernig dóu foreldra mínir eiginlega. Og Hagrid var að segja honum hvernig það gerðist og hann segir að það voru myrkrir tímar. Og það kemur svona flashback, Voldemort, sem þá var bara svona svartklæddi vofa, lappar að húsinu, er með töfrasprotann sinni, opnar hurðina með sprotanum, lappar inn og drepur foreldrana. Og ég bara, sko,
ég bara, ekki sofið, sko. Nei, þetta svolítið mikið fyrir svona ungan. Já, 5 ára og bara þetta skot af sprótunum, opna hurðarhúnin. Já, bara, shit, sko. Ég þarf að rifja þér upp. Ég á það allar á Blu-ray. Fekk það í gjöf af félaga mínum. Já. Mér langar að horfa á þetta, og svo síðan sá þær. Og mér langast að gera 2 Harry Potter þætti. Mér langar að einn þátt með einhverju sem elskar Harry Potter. Svo langar maður að gera annan Harry Potter þátt með einhverju sem hatar Harry Potter. Ég held að gæti verið áhugavert. Já. Að hlusta 2 hliðar. Förum að kíkja á listaðinn. Já. Ok, fórum að þessi Harry Potter, smá nördarspjall. Svo einnig þú varst að spyrja hvort ég stáður þetta í bíó og svo sá ég held ég frá 5 sá ég í bíó. Já, þú sást þær í bíó. Já. Ég sá það allar í bíó. Hérna sá ég á DFD og eitthvað svona. Mhm. En frá 5, hún kemur eitthvað 2007 eða eitthvað. Mhm. Það var 11 ára. Þá fór ég á þær í bíó. Það fórst þær í bíó. Ok, kíkjum að listaðinn. Það er listin. Númer 10. Þetta er gæðamyndir, þetta eru myndir sem þú elskar. Ætlar að hafa þetta bara hér eða? Þú bara ræðir, þetta má alveg reyða. Harry Potter, Þetta er fínt. trefillinn og húan. Einmitt. Þetta sjáist með þess aðeins í kamerunni hérna. Gryffindor. Gryffindor. Ok, Það er listin. það er listinn. Já. Þú feiltir úr top 10 lista. Uh-huh. Og þú segir að Harry Potter sé ekki hérna, Diary er ekki hérna. Þannig ég er spenntur að heyra hvað er á listanum. Er þetta allt bara eitthvað, hef ég heldur heyrt þessu myndir eða? Eitthvað að því? Jú. Ok. En hvort þú hefur séð? Jú, þú nú séð. Eitthvað af þessu allavega. Örugglega allar, sko. Ok. Myndi ég halda, sko. Byrjum, tökum einu í einu. Já. Ok, númer 10. Númer 10. Hvað myndi það? Það er myndin sem að ég horfði á þarna daginn. Hún var ekki á listanum, hún var svona 11, 12, einhvers staðar frá 10 til 20. Já, ok, þetta er mynd sem þú alltaf fíla. Já. Svo bara sást hann aftur og bara, vá, hún er bara betur en ég held. Já. Ok. Það er myndin One Flew Over the Cuckoo's Nest. Fyndi það stutt sem Jóra líka. Já. Þetta er svo góð mynd, sko. Það er æðislega mynd. Og hérna Jack Nicholson, þetta er hans besta framistæða. Að mínum að því. Já, þú vilt meina það, þarna sé Nicholson bestur. Já. Betur en í Shining. Hann er næst bestur í Shining. Sko, okay. Þessi mynd er svo, sko, myndin sem var þarna. Já. Hvað myndi það? Það var A Beautiful Mind. Já, með Russell Crowe. Já. Hún er líka frábær. Hún er mjög góð. Og En Cuckoo's Nest tók hana úr umferð. Það eru náttúrulega svona fjalla svipað málefni. Algjörlega. Eitthvað svona geðveiki. Og það sem að toppaði A Beautiful Mind var þessi mynd, af því að það er svo mikið af svona karakterum í henni sem að á þessu geðveikra hæli og Jack Nicholson er svo stórkostlegur í henni. Sammála. Og allir hinni karakterinir, Danny DeVito er í henni og hann sem að leik Doc, Back to the Future. Já, Christopher Lloyd. Já. Og Brad Dourif sem tala fyrir Chucky. Dúkkuna. Hvaða karakter var hann áttur? Ég man ekki hvað hann heitir í myndinni. Er ég ekki að fara með rétt mál? Brad Dourif er í One Flew Over the Cuckoo's Nest. Er það ekki rétt sem er að því? Það er spurning. Ég var að googla það bara. Já. Ég held þessi rétt sem er, sko. Brad Dourif, eins og segi, Danny DeVito, Christopher Lloyd. Ég ætla að giska hvað þetta sé. Jú, þetta er rétt sem er. Billy Bibbit. Mynd af honum hann. Já, af Brad Dourif. Já. Já. Þessi... Þetta er gaur sem tala fyrir Chucky. Ég hef ekki séð Chucky, sko. Nú, ok, þú hef ekki séð það. Ég var hann eftir, sko. Þú var þær eftir. Ok, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Já. Þetta er frábær mynd. Þetta er mjög góð mynd. Og einmitt þessi leikari er mjög góður í henni. Hann var tilnefndur til Óskarsins. Já, ég held sér þetta. Og þeir eru allir líka þarna, hvað heitir hann? Hann ekki nákvæmlega hvað hann heitir karakterinn, hann var alltaf eitthvað með hendi eða svona og tók eitthvað brjálæðiskast í miðri mynd Já. Mjög góður, sko. Man ekki hvað hann heitir. Og svo stóri Indjáninn. Indjáninn Já.
Hann var mjög góður, þó hann sagði ekki mikið. Og svo náttúrulega líka, ég meina, myndir ekki segja að frægasti karakter í þessari mynd var Nurse Ratched. Já. Frábær. Hún náttúrulega brosir ekki alla myndina. Bara graf alvarleg allan tímann. En svo fyndi þessu með hana. Ég nefnilega að því að tala um að hún sé bara eina bestu svona movie villains ever. Já. Svo því ég horfði á hana einmitt fyrir, það er ekki 6 mánuði síðan sá hana, hún var skárri en ég hélt. Mér fannst hún ekki eins evil og með myndi. Nei, hún ekkert vond. Er það nokkuð? En hún örugglega bara eins og hjúka á svona stað á að vera. Starfsmaður að það. Já. En þeir bara þóla hann ekki. Nei. Sérstaklega Jack Nicholson, hann bara þólir ekki þessa konu og gerir allt til að komast undir skinni hjá henni. Og ég skil vel að hún hafa verið pirra á hann, sko. En ég las eitthvað svona þegar hún var á setti leikona, sko. Og henni fannst svo leiðilegt, sko, allir hinnir strákanir á settinu, þeir voru hlæjandi og höfðu voða gaman og eitthvað. Hún þurfti alltaf að vera mátt ekki brosa neitt. Hún er það svo alvarleg. Og einhvern tíma þá fór hún úr öllum fötunum nema nærbuxunum held ég, bara til að sýna svona að hún er líka flippuð, sko. Flippuð? Í alvörinni? Já. Klæddi sig úr öll, og hvað, fór hún eitthvað að dansa eða hlaupa? Nei, það stóð nú ekki náttúrulega hvað hún gerði, en hún fekk bara nóg, nú bara ætla ég líka að vera flippuð hérna. Fór úr öllu og bara ég get líka verið flippuð, sko. Það er enda svona nokkuð gott, af því hún eins og segir, hún brosir ekki myndið. Nei. Og þau einmitt fenguð þarna hún fekk 5 Óskarsverðlaun. Besta mynd, leikari, leikona, handrit og leikstjórn. Og er þetta ekki ein af 3 myndum sem hefur fengið þessa 5 stæðstu? Ég veit ekki hvort ég geti nefnt hinnar. Ein er It Happened One Night. Hvað myndi það? Hún er frá 1934. Og ég hef ekki séð hana. Með Clark Gable. Já, þetta er old school. Þetta er old school. Og hinn er Silence of the Lambs. Já. En eins og Return of the King, vann hún ekki alveg helling? En hún vann ekki leikari og... Nei, hún vann ekki leikarverðlaun. Nei. Já, ok, þannig að það eru 3 myndir sem unnið þessa 5. Þessa 5 besta mynd, leikari, leikona, leikstjóri, handrit. Áhugavert, ég vissi þetta ekki. Nei. Mjög áhugavert. Ok, One Flew Over the Cuckoo's Nest, hún nummer 10 hér. Já. Hvað er nummer 9? Það er gömul mynd. Ok, alveg eldgömulega. 1968. Ok. Vestri. Frá 68. Ok. Once Upon a Time in the West. Já. Sergio Leone. Valdur hana frekar heldur en til dæmis Spaghetti, Good, the Bad and the Ugly og... Sko, ég hef ekki séð. Þú hefur ekki séð þær? Nei. Ok. Ég var að hlusta á þig og Tóma Valgeirs daginn. Þá voru að ræða þessa framhaldsmyndir hana. Og þá voru að tala um For a Few Dollars More og Fistful of Dollars. Og ég vissi ekki að þetta væru framhaldsmyndir, sko. Já, ég skil þig. Ég held bara að Good, the Bad and the Ugly væri stög mynd, sko. Áhugavert. Og ég bara, svo hlusta ég ykkur og bara, þetta eru framhaldsmyndir. Þetta eru 3 myndir. Já. Þannig að maður þarf að byrja á fyrstu áður og horfir á. Já, ég er alveg mæla með því, sko. En ok, Once Upon a Time in the West, flott mynd. Hún er bara... Svolítið síðan ég sá hana, sant? Já, hún er mjög góð. Og ég vil horfa á hana, sko, með pappa daginn, sko. Já, varst að sjá hana bara aftur? Þú varst búin að sjá hana aður? Já. En hann hafði ekki séð hana, sko. Já, ok, varst þú að sína pappa þínum þennan gamla vestar sem hann hafði ekki séð? Já. Ok. Og hann er einmitt fæddur 67, sko. Hann er eins ás þegar þessi mynd kemur, sko. Ok. En hann var ekki búin að sjá hana. Og ég hafði séð hana einu sinni áður. Og þóttu hún mjög góð og hugsaði ég ætla að horfa á hana aftur áðurinn í gemingar. Og hún er svo... Og hann sagði reynda við mig, sko, heyrðu, mér fannst
ekki neitt gerast í þessari mynd. Í minningunum mér var hún svona nokkur róleg, sko. Hún er mjög róleg, sko. Að það ekki? Svolítið löng. Já, tveir og eitthvað? Jó, 2:30 eða eitthvað, sko. Ok. Ég líka að við hann, sko, hann er mikið fyrir svona byssur og bíleltingaleiki og þannig spennu, sko. Já, það er sem er hasar. Já, en þarna, ég sagði líka við hann, sko, þarna er spennan öðruvísi, sko. Þarna liggur spennan í, það er þöggunin. Og þeir líka, sko, þeir hann að 3, Henry Fonda, Jason Robards og svo 3 hérna Charles Bronson. Með harmonikuna. Er það ekki Bronson? Charles Bronson? Jó, ég held að. Held minni það. Þeir, sko... Henry Fonda var svalur í þessum veit. Það var mjög svalur, sko. Gekkja svalur í þessum veit. Ég var sérstaklega Jason Robards, mjög svalur, sko. Æ, þeir líka ekkert að, sko, talað óþörfu, sko. Nei. Þetta er strong silent type. Og þeir bara, sko, ef þeir segja eitthvað, þá eitthvað einasta orð sem að hefur eitthvað markingu, sko. Ok, það var að horfa hann aftur. Það er rosalega sem ég sá hana maður. Þeir eru ekki eitthvað að blaðra bara eitthvað út í hið óendanlega, sko. En eins og þegar myndið á búinn, var pappin bara eitthvað svona, já, fín, en spes. Já, hann sagði bara, það er ekkert að gera það. Og ég var bara, þetta var bara... Og fannst þér nú bara alveg geðveik, ég myndi setja hann á topp 10. Já, mér veist hún bara, sko, þetta var tónlistin, Ennio Morricone, geggjuð, og svo er bara þetta, skilur, þessi undirliggjandi spenna, allan tíman, svo kemur hann að svona barda í lokin á milli Charles Bronson og Henry Fonda, og þá kemur þetta close-up af augunum, byssan, allt þetta, sko. Það er svo geggjað, sko. Það er geggjað. Og svo er hann að stelpa sem leikur í myndinni líka sem ég man ekki alveg hvað heitir. Hún er mjög góð og þannig spenna er mjög skemmtileg, sko. Hvað var þessi mynd aftur? Henry Fonda Vondikallinn. Henry Fonda Vondikallinn og drap þarna þessi stelpa, sko, átti þarna mann og hann átti eitthvað börn og hann drap þau öll, sko. Og svo koma þeir hann og þeir eitthvað þarna Robards og Bronson. Og þeir eitthvað svona móti Fonda og fjallar eitthvað að þeir eitthvað svo verið að byggja hann eitthvað svona lestar átt að fara að byggja eitthvað bæ sem að lestin fer í gegn eitthvað stór út í eyðimörkinni eitthvað og fjallaði bara það að þeir voru eitthvað eitthvað svona átök á milli þeirra, sko. Ok. Bara svolítið svona klassískt, svona vestra... Já, bara allir labba svona hægt, tala hægt og svo kemur bara harmonikku lag og það er bara nóg til að allir verði bara nú er eitthvað að fara að gerast. Það er ekki meir, sko. En eins og fyrir pappa þinn, væri hann hrifnar á Tombstone til dæmis? Sástu hana? Með Kurt Russell og Val Kilmer. Það var svona meira action vestur. Sko, hann er mikið fyrir Steven Seagal. Já. Ég fíla strax pappa hann. Hann er eitthvað svona að reyna að láta mig horfa á það. Svona gömlu Seagal-mynd. Já, og ég bara veit ekki alveg með það, sko. Sko, ég var pappinu að horfa á þennan þátt núna. Bíólaðast þáttinn. Og ég bara segði það hann er snillingur. Ég elska gömlu Seagal-mynd. Já, ég hef ekki alveg komist tangað, sko. Þú ert sérst ekki búin að horfa á þær með pappa hann? Nei. Nei. Við höfum aðeins náttúrulega Die Hard og Lethal Weapon. Svo er alltaf... Er þið með svipansmekk, myndur þú segja það? Já. Svo nokkuð svipan. Svona þegar kemur eitthvað svona hasar myndum, sko. Já. Þá fílið þið svona ofta sömyndar. Já. En af hverju þá ekki til að gefa Seagal séns? Ef pappin segir þessu skoðar. Ég bara heyrt eitthvað svona Seagal sé eitthvað svona ekki alveg allra, sko. Nei, hann er ekki allra. Það er alveg rétt. Og þegar þú getur hort á eitthvað annað, sko, í staðinn. Eitthvað gæða efni. Já, og eigið einhverjum tími að horfa á Steven Seagal.
Já, veit ég ekki alveg, sko. Já, ég hef búin að sjá það oft. Já, Það er ekki fyrir þig. Það er meira þá bara Once Upon a Time in the West. Já, og ég myndi frekar horfa, sko, ég hef eftir að horfa allar Rocky myndirnar. Já, þú það er eftir? Já. Það eru aðeinslega. Og við erum alltaf með á planinu að taka Rocky Marathon. Er hann hrifin að pabbi? Já. Hann lítur að búin að sjá þær. Alla flesta. Já, sko. Aðeinslega myndir. Það er næst og það skrá að taka Rocky Marathon, sko. Já, mæli sterklega með því. Já. Ok, en hvað er nummer 8 hér? Númer 8. Þú eru áhugaður myndir. Þú ert að koma með myndir sem ekki verið nefndar held ég í þessu podcasti. Já, kannski nefndar einu svona nafn en ekki til að tala þær. Ekki nefnir myndi. Þá held ég 8 að sé líka þar, sko. Ok. Ég ætla að mann ekki eftir því að hún hafi verið nefnd hér áður. Ok. Og það er mynd sem heitir The Elephant Man. Ég átti að sjá hana. Og það er sjá hana. Er þetta ekki David Lynch í hérna? Jú. Já. Með honum John Hurt. Já, var ekki Anthony Hopkins? Anthony Hopkins. Ég þarf að sjá hana. Hún er alveg, sko, verulega svona... Er hún 70 eitthvað? Hún er 1980. Já, hún er 8, þetta er 80-smið. Já. Ok. Og svart-hvít. Og hún er alveg svona átakanleg, sko. Ég fætti að drullast að sjá hana. Sko, ég sé hana einu sinni. Og hérna, ætlaði að horfa hann aftur fyrir þáttinn. Já. En bara fann hann ekki. Já, ég skilji. Engin streymi sötið eða neitt. Nei, ég fann hann bara ekki, sko. Nei. Og hérna, en þegar ég horfði á hana fyrst, sko, þá var ég bara eitthvað svona, ok, The Elephant Man. Hvað, ok, ég skal tjekka á henni. Já. Vissi ekkert hvað hún var, sko. Já. Og ég held, sko, ég hafði ekki svona heyrt upp þetta Elephant Man, sko. Þetta er byrðað sannig sögu? Já. Og ég held að þessi kall sem að John Hurt leikur, þennan Elephant Man, John Maverick, já, held ég, sko, að hann væri vondur kall. Já, hérna, hann var eitthvað svona ófriskja skrimsli eða eitthvað svona, já. Sem væri að gera eitthvað við fólk, sko. En svo byrja myndin. Og þá, náttúrulega, fattar þau að hann er bara... Fórnana? Já. Bara mjög yndislegu maður sem að lítur bara svona út og verður fyrir miklum fordómum. Já. Og hérna, svo er hann Anthony Hopkins sem að er með hann svona vanlega læknir, minni mig. Eins og ég sá ekki mynda, ég veit ekki hvað hann leik. Hann er smá síðan í saman, sko, en minnir hann hafi verið læknir, sko. Ég meina, þetta er dramamynd, eða ekki? Jú. Þetta er ekki thriller eða svoleiðis? Þetta er bara mjög dramatísk mynd og ég tekkaði nú á YouTube fyrir þáttinn á nokkru senum, sko. Og það eru atrið hérna sem eru það þarf tissue, sko. Já, í sum atriði, sko. Sorgleg. Já. Að bara sjá hann leika þennan karakter, sko. Og bara hvernig hann eins og sérstaklega eitt atriði þegar hann fyrir heimsókn heim til Anthony Hopkins og konuna hans og hann er að tala um eitthvað svona er að sýna því mynda mömmu sinni og hérna konan hans er að skoða myndirnar og hann segir eitthvað hérna ég vildi nú að mamma mín gæti hérna verið stolt af mér en eitthvað því að hann lítur svona út þá er hann bara skammast hún hann fyrir sig og eitthvað svona. Já, ég skilji. Og leikkonan sem hann leikur konu Anthony Hopkins fyrir að gráta í þessari senu, sko. Í alvörunni, sko. Hvað mennur í alvörunni? Skil, hún var ekki að leika það, sko. Vistu það fyrir víst bara það? Þetta er fræg svona staðreind, sko, úr þessari mynd. Nei. Bara þau voru að leika þessa senu og John Hurt var að fara með sektan sinn og hún bara brotnaði niður bara var ekkert að leika þetta, sko. Og það er takan sem við sjáum í myndinni? Já. Það er magnað. Hún bara fer að gráta hann bara og snýr sér bara svona við og er bara í alvörunni grátandi bara að þetta var svo átangalegt að sjá hann leika bara þannig karakter, sko. Það er geggjað, maður. Já, þú veist, það er ekki geggjað greið konu að fara að gráta en þetta sé svona ekta í myndinni sjálfur. Já. Og náttúrulega John Hurt sem að er einmitt í Harry Potter líka Ollivander sem að gaf Harry sprótan
hann stórkostlegur í þessari mynd, sko. Og með þetta gerfi, sko, bara þetta rosalegt gerfi, sko. Já, ég hef sér myndir af þessu, sko. Og hvernig hann næra túlka, sko, þrátt fyrir að vera með allan farðan og allt þetta á sér, sko. Samt næra hann að vera... Að leika í rauninni, það performance. Hann næra að vera sorgmæntur og sína svona tilfinningar, sko. Hann ekki bara fastur eitthvað... Baka eitthvað make-up. Já, ég þarf að tjekka þessar mynd, maður. Já, ég vil ekki spoila. Ekki spoila. Ég held ég viti svona nokkuð hvernig myndin þetta og ég spenntur að sjá hana. Þá getur þú fylgst með því þegar hún fyrir að gráta þannig að... Já, nú veit ég að þessu. Ég ætla að potið að tjekka því. Já, þetta geggjuð mynd, sko. Elephant Man. Hún fer á listan. Já. Ok, hvað er næst? Hvað komin í 7? Númer 7. Þar erum við komin að mynd sem frönsk. Ok. Og heitir The Intouchables. Frábær mynd. Það frábær mynd. Já. Hún nokkuð sem nefnd í podcastunum. Já. Margir sem fílar þessu mynd. Þetta bara ein besta mynd sem verið gerð, sko. Akkur er svona góð? Sko, það svo mikil sannleikur í þessari mynd, sko. Að það náttúrulega kemur að leikarinn Omar Sy sem leikur mannin sem að fer að sækja vinnu bara til þess að geta fengið atvinnuleysisbætur. Hefur engan áhuga á því að fara hjálpa einhverjum fötluði manni eitthvað og svo sér hann svo sem að leikur hvað heit aftur hann ég man ekki hvað heitir sem leikur mannin í hjólastólum. Eitthvað heit karakterinn aftur. Eða maður. Ég man það ekki. Það var langt síðan. Það var Dries og og hann sér að hann býður honum að koma að reynslu í einn mánuð og hann ákveður að samþykja það og fer svona og alltaf öðruvísi heldur en þessir hefðbundnu aðstofamenn sem eru svo formlegir og hann bara skilur það náttúrulega lama fyrir neðan háls og hann bara rétt honum síman og bara gera svona ýmsa hluti sem hann bara gleymir að gera og það svo fallegt, sko. Já. Og svo þegar kemur að atriðinu þegar hann spyr einhver kallana sem að tengist manninum í hjólastólnum og hefur einhver áhyggjur af því að þessi maður sé að hjálpa honum og segir mér finnst hann ekki vera svona sínaði nógu mikla vorkun, sko. Já. Og hann segir bara nákvæmlega það vil ég ekki, sko. Nei. Hann fílaði hann að það var ekki þannig. Já. Að hinir sem höfðu verið á undan voru bara svona vorkennd honum svo mikið og horfði á hann sem eitthvað fórnarlamb eða eitthvað. Svo kom sem eitthvað grey. Já. Og svo kom þessi og þá voru þeir bara svona jafningjar, sko. Og bara eins og þegar hann fer síðan hann í burtu eftir hennar mánuð koma nýjir hann og hann hafði alltaf verið að gefa honum sígarettu og eitthvað og svo biður hann sígarettu og hinn bara eitthvað ég myndi nú ekki vera að reykja í þínu ástandi og hann bara segir honum að drulla sér út bara en hinn kom fram við hann bara eins og jafningja, sko. Bara eins og mannesku? Já, eins og hann eitt atrið þegar hann á að fara með honum í einhvern bíltúr eða eitthvað. Já. Og hann á að rúlla honum svona inn í skottið, sko. Á svona bíl svona fyrir það sem aðgengi fyrir hjólastóla. Já. Og hann sagði, ég ekki að fara að rúlla þér hér inn eins og einhver hestur, sko. Hann sagði, við förum bara svo var hann að sportbíl á planinu. Þeir fóru bara á hann, sko. Hann ætla ekki að vara með inn í eitthvað svona bíl, sko. Nei. Það þetta brilliant mynd. Ég búin að sjá hana örugglega 4-5 sinnum, sko. Sástu endingarna? Nei, og ætla mér ekki að gera það, sko.
þrátt fyrir að Bryan Cranston sé þar, þá ætla ég ekki að skemma þessa mynd. Hvað finnst þér endurgerðir yfir höfuð? Svona, ertu fílda, finnst þetta glata? Ég reyni, sko, sem minnst að horfa, sko, ef ég er búin að sjá frumgerðina, sko, þá ætla ég ekki að fara að horfa á okkur endurgerð. Hefur engan áhuga? Nei. En ef ég er ekki búin að sjá útgáfuna, eins og þetta með svona The Ring, það er endurgerð. Ég sá ekki japönsku myndina. Þannig að þá gæti ég hort á The Ring. En eins og með það, þú horfður á Ring, fannst þú hún góð? Já. Ok. Varstu það ekkert forriðan að sjá japönsku? Fórstu tilbaka og horfðu þá á frumgerðina eftir? Ég er ekki búin að sjá japönsku, sko. En þegar þú sást Ring, kom ekkert svona, ég er aldrei að tjekka japönsku, eða var það bara, nei, ég er búin að sjá amerísku og það nú? Já, ég held allavega núna, sko. En svo er einhverja myndi, sko, þar sem að ég er alveg til í að sjá frumgerðina, sko. Ég meina sem þú sé endurgerðina, ef þetta ekki mér svo upprunnu. Já. Eins og hvað? Hvað þetta þurfi? Eitthvað sem maður stættir? Man ekki, augnablikinu eftir inni. Sástu Robocop? Nei, ég er ekki múin að sjá Robocop. Sástu upprunnu? Nei. Þú ert ekki mér svo upprunnu? Nei. Og ekki endurgerðina? Nei. Nei, ok. Það var ein hræðilegsta endurgerð sem ég hef síðan, sko. Nei, ég hef eftir að það er ekki margar endurgerðar myndir sem ég hef. Svo ertu hrifin af? Eða bara séð, sko, eða sem ég man ekki eftir svona núna, sko. En Ring hún var alveg skeri, sko. Já, bandarska? Já. Ég sá fyrst japönsku. Já. Og ég sá ekki amerísku fyrir bara 15 ára setna eða eitthvað. Ég neitaði að sjá Já. Út af því japanska var svo skeri. Já. Hvað heita þær hérna myndirnar sem að þeir alltaf að stundum að tala um hérna. Þetta er einhverja myndir sem að Hryllismyndir? 2 myndir, sko, minni mig. Og þú talaði um það, sko, í þáttunum. Hryllismyndir? Hvort það var spennumyndi eitthvað svona svipa á John Wick eða eitthvað. Svipa á John Wick? Blade? Geta verið. Með Wesley Snipes? Vampirmyndir? Nei, ekki Blade. Gerist ykkur blokk. The Raid? Já. Það eru 2, eða ekki? Jú, það eru 2. Já. Raid 1 og 2, jú. Það er einmitt mynd sem að ég er búin að hlusta á ykkur vera að tala um. Já, ég hef ekki séð hana. Ekki séð hana. Ok. Er það mikill action guy? Já. Ok. Það áttu gott í vændum? Er það svona byssur og... Allt maður. Já. Það var að berja gaur í buff og skjóta menn í andlit og stinga menn. Það var eitthvað svona rosalegasti hnífabardagi. Já, það er Raid 2. Raid 2. Það er svona, já, það er hnífabardagi í þeirri mynd. Það er flottast hnífabardagi sem ég sé í bíómynd, sko. Það er líka bara eitthvað atriðuglega 10 mínútur eða eitthvað, sko. Já. Þetta eru crazy myndir. Ég mynd horfði á John Wick eftir að hafa hlustað á podcastið. Já, þú varst ekki búin að sjá John Wick á hana... Ég fór á John Wick 1 í bíó. En svo sá ég ekkert meira eftir það, sko. Ok, hvað finnst þér þær? Þær eru góða, sko. Alveg... Góðar hasmyndir? Já. Keanu Reeves er bara... Og sjá hann þegar hann er að berja þessa gæja, sko. Þetta er vel gert. Þetta er mjög vel gert, sko. En mér finnst, sko, byssubardagarnir. Þeir eru skemmtilegri, finnst mér heldur en... Slagsmála? Já. En þú hrifnar af svona byssubardum heldur en svona slagsmála að menna sparki hvern annan og eitthvað? Já. Ok. Mér finnst það eitthvað svo... Það er svo kórógrafað eitthvað. Það er náttúrulega meiri bara dans. Það er ekki svo alveg slagsmál. Nei, ég meina, byssunar eru bara... Hann líka, sko... Þetta er svo brútal, sko. Já, það er brútal. Hann bara skýtur menn í hausinn bara metisfæri, sko. Og bara... Skýtur alla í hausinn. Og það er bara... Og hérna... En ég myndi, sko... Hvað John Wick finnst þér best? 2 finnst mér langt best. Já, mér finnst, sko... 1 finnst mér eiginlega best, sko. Þið finnst þú best? Já. 2 sko, mér fannst 1 og 2 finnst mér eiginlega vera bestar þegar þar finnst mér John Wick vera svona í hefndarhug. Það muni 3 ef er elda hann. Þú fýlar það ekki eins mjög? Mér finnst að John Wick eigi að vera reiður. Hann á ekki að vera á flótta, sko.
Þú fær það ekki 4. Já. Með okkur 3 endar. Einmitt. Hann virka mjög pissed off í lokinu 3. Eftir að dotti niður hann af... Hvað háfis? Ekki raunverulega statrið. Og bara, ok, hann deyr aldrei. Hann er alltaf bara eins og overhead, já. Bara hrapar eitthvað niður og lendir á ykkur og hrapar ennþá lengra niður. Ja, hann er búin að drepa nokkur 100 manns í þessum held. Já. Ég sá ekki sem tölfræði mitt yfir það. Að þetta var eitthvað fáralegt, sko. Ég held að þessi komin upp í 300 manns eða eitthvað. Sem voru búin að drepa í þessum 3 myndum samtals. Já. Það er ágætt sletti. Það er sletti, sko. Er John Wick ekki á listanum hér? John Wick er ekki á listanum. Það gerst ekki top 10. Hvernig kemur 4? 4, ég held að koma næst ári. Þeir eru að fara að taka hann upp. Ég held ekki eins og byrja að taka hann upp, sko. Eitthvað sem nýbyrjaðir er að fara að byrja. Það eru brjálaða leikarið þeirri, sko. Sérst, actionleikarar. Sem ég dyrka. Þannig að ég held að það verið trillt mynd. Keanu Reeves er einmitt í einni af mínum uppáhalds hasarmyndum, Speed. Æðislega mynd. Ég get hort á hana bara aftur, sko. Speed líka bara geggjum við. Já. En það spennandi. Við veist það eldast vel. Já. Hún verður aldrei eitthvað minna spennandi. Nei. Þó maður veit ekki hvað var að gerast, sko. Nei. Við veist bara frábær mynd. Já. Það er með stutt síns á hann aftur. Sitt í kærastunum hann. Já. Hann er svona geggjum líka. Hefur þú séð Phone Booth? Hóraði mynd líka hann er með stutt. Það er... Sko, ég sá hana bara einu sinni fyrir einhverjum mörgum ári síðan. Og það er einmitt svona svipumynd og Speed svona, sem gerist bara en ekki bara í þessum Phone Booth allan tíman eiginlega. Jú, já, eftir að tala um að því að Keanu Reeves er bara allan tíman í strætónum og þessi Colin Farrell allan tíman í símakláðunum. Já. Það er eitthvað... Hún er spennandi. Þetta er bara spennandi. Já. Phone Booth er mjög spennandi. Mér finnst Phone Booth og svona þokkalega vannmetin. Já, ég hef nú ekki síðan í mörg á, sko. Já, þú ert ekki múin að sjá hana nýlega? Nei, ég sá hana bara stöð 2 bara fyrir einhverjum 10 árum eða. En hún allavega situr ennþá svona í mér, sko, í svona þarf að fara hana á hann aftur, sko. Manstu hver lék Wondega sem var að benda í Phone Booth? Já. Nei. Kiefer Sutherland? Já. En það sést náttúrulega ekkert í myndinni. Nei. Hann tala bara í síma. Já. Þetta er solid mynd. Já. Og Speed líka náttúrulega, Sandra Bullock og það er bara svo spennandi að vera í stræt og bara eitthvað á bara 80 kilometrar að hraða eða eitthvað þannig. Já. Nei, þetta var þetta ekki... Eða 80 miles. 80 miles. Já, ég held að 80 miles. Hvað er það mikið til að því? Ég maður ekki, eða 60 miles, ég maður það ekki. Þetta var eitthvað svona, ef að rútan fer, þess að strætan fer upp fyrir eitthvað hraða, og kviknar sprenginni, og ef að fer sér niður fyrir eitthvað hraða, ég man ekki hver hraða var. En ég man þegar ég fór hann í bíó. Ég fór Speed í bíó. Og þetta var trillt, sko. Mér fannst það fórum pappa á hana, mér fannst það geðveik mynd. Ég er búin að sjá hana miljónsum. Jeff Daniels er skemmtur í henni líka. Já, einmitt. Dó hann ekki? Jú. Spoiler fyrir Speed. 25 ára góðar mynd. Hann var fyrir einhverju skoti. Nei, Dennis Hopper er vondikallinn. Og Jeff Daniels heldur að sé búin að finna út hver hann er. Bara, herra, við erum bara heim til hann sem við erum að ná honum. Og hann fer með eitthvað svartlið heim til Dennis Hopper. Alveg rétt, já. Þá var hann alltaf búin að rigga húsið og það springur. Já, springa alveg. Gekkja allir. Svo kom Speed 2. Veistu það, ég sá hann ekki. Það hann ekki? Ég neitaði að sjá hann. Var það ekki einhverjum báti? Jú, með Jason Patrick. Ég sá hann eitthvað tímann en hún situr ekki í mér eins mikið. Nei, ég þess að kíkja á hana, hún er á Disney Plus. Tók ég eftir daginn. Var ég sami vondikall aftur? Nei, Hopper dó í fyrstu. Var ekki Willem Dafoe vondikall eða eitthvað? Er ég að ruggla? Já, Willem Dafoe er allavega mjög góður vondikall. Já, það er ekki. Speed 2, Sandra Bullock var henni. Jason Patrick, Keanu Reeves nefnt ekkert koma aftur. Hann er ekki koma aftur. Hann sagði bara fuck this, ég ætla ekki að leika ykkur rusli. Willem Dafoe? Willem Dafoe? Hæ? Ég myndi það rétt, ég þarf að dröldast þess að sjá hana. Bara på djóki. En það hefur Keanu Reeves hugsað bara, það þarf ekki Speed 2. Nei, Speed er svona fullkomin einmynd. Já. Ekki gera framhaldsmynd. Það er alls ekki. Ok, hvert eru konir? Við erum komin í nummer 6. Númer 6, ok. Þetta er rosalega mynd, sko. Er þetta eitthvað masterpiece? Þetta er masterpiece. Ok, heldur þið búin að sjá hana?
Já. Ok, þetta er svo mjög frægmynd. Örugglega mjög oft líka, sko. Ok. Sjötta sæti. Sjötta sæti. The Shining. Já, Shining er líka á listanum. Shining. 2 Jack Nicholson myndir. Er hann einn af þeim upp á sleikurum, mögulega? Já, hann er þessi gæi er náttúrulega bara hvernig hann leikur, sko. Þetta er bara eitthvað það er enginn eins og hann, sko. Nei, sammála. Enginn svona eitthvað svona. Svipbrigði. Já. Augabrúnirnar, hann er svo, hann er æðislur. Hreyfingarnar. Hann getur svo manískur, hann alltaf sést best í Shining. Já. Hann er klikkar, bókstala í þeirri mynd. Shining, finnst hún eldast vel? Já. Mér finnst það líka, ég er bara að spyrja. Og ég get hort á hann eftir og hún var í góð, sko. Þetta er æðislega mynd. Já. Og þetta er einmitt minn uppáhalds leikstjóri, sko. Er Kubrick uppáhalds leikstjóri? Já. Bara allra tíma? Allra tíma, sko. Ok. Þessi maður er eitthvað hann er eitthvað annað, sko. Hann bara mikið listamaður. Hann alltaf var eitthvað bílaður, sko. Ég held það alveg. Ég horfði á heimildamynd. Hann? Hann, sko. Já. Það voru viðtöl við svona fólk sem tengdist honum einhvern veginn. Já. Það talaði bara hann var kolbílaður, sko. Hann alltaf var með fullkomlunar áráttu á eitthvað öðru stígi, sko. Á hættulegu stígi? Já. Tóku upp atriði bara svo er ekki í Shining bara mest atriði við mestu tökur í sögunni. Er það í Shining? Já. Þegar þau eru þannig í stíganum hún er með hafnaboltakilvuna og hann er að lappa upp stígan. Já, með exina. Nei. Hann var ekki komið exina. Nei, hann var ekki komið exina. Nei. Hún er með hafnaboltakilvu, Selidúal. Já. Og hann er eldan hann upp stígan. Það var tekið upp bara aftur og aftur. Bara það hann að lappa upp stígan? Já, ég held að. Shit, man, hann var klikkað. Hann var bara, sko, en náttúrulega mörga hans svona skotum í bíómyndum eru bara, hann á þau bara. Eins og skotið það heitir eitthvað svona það sem að myndatökum maðurinn bara heldur á kamerunni og eldir Það er steadicam? Já. Já. Það er held ég hann bara sem byrja á því. Meinar hann að byrja á því? Mér minnir að lesa það. Það gæti verið þessi rétt sér. Eins og alltaf þegar hann er í völundarhúsin í lokin verið elda þau. Já. Þá er kameran bara að fylgja Jack Nicholson og fyrir aftan hann og fyrir framan hann og svo bara hótelið sjálft ógeðslega flott. Já, Overlook Hotel. Já, Overlook Hotel. Ég hætti að koma í Shining bólnum mínum maður. Já, Overlook. Og með völdur og svona allt maður. Þú klúður, ég hætti að koma með hann fyrir þig. Þetta hótel er náttúrulega eins og það er nú flott. Þá verður það mjög creepy. Já, algjörlega. Já, fáranlega. Og sko vera og það er einmitt það sem ég finnst svo geggjað við Shining er sko, þetta er hryllingsmynd þetta er ekki svona hryllingsmynd, eitthvað svona bræðumynd eitthvað þannig mynd sko þetta er bara svona svo intense bara allan tíma þegar það er bara myrkur það er snjór þau eru bara 3 einangruð í raskati hann orðin bara klikkaður og þau þurfu bara að flýja. Já. Það er svo tónlistin geggjuð tónlist. Undir þetta bara. Þegar þú sást fyrst Shining, varstu komast gamall? Varstu orðin úlingur eða fullorðin? Sástu ekki á krakki, vantilega ekki? Nei, ég hefur verið svona úlingur, sko. Já, og hafði hún gríðan áhrif þá líka? Já, ég bara strax svo ég sá hana, bara, vá. Já, þér fannst hún alveg geggjuð þó að hafa verið kannski þessi bara úlingur? Já. Þú kunni alveg að meta hana? Já. Og þá fór ég að kynna mér svona Stanley Kubrick og horfa á allar þessar ég er ekki múin að sjá allar Stanley Kubrick myndir sko. Ekki heldur. Ég er múin að sjá Clockwork Orange frábær. Ekkuð. Full Metal Jacket frábær. Og Ice White Shut frábær. Dr. Strangelove frábær. Ég vil bara segja þetta, frábær. Það eru allar frábær. Ég hef eftir að sjá hann að Barry Lyndon og Paths of Glory og gerði hann ekki Spartacus líka?
Það gerist Spartacus. Ég sá hann þetta. Mér varst hún góð. Það var hann, Douglas, Kirk Douglas. pappans. Ég held að hún sé alveg frá 1960. Já, hún er frekar gömul. Já. En Barry Lyndon á ég eftir og ég á eftir líka 2000. Já, 2000, ég er búin að sjá hana líka. Gleymdi ég henni. Hvernig er hún? Það, sko, ég heyrði að þú varst að tala um hann daginn við, hver var það? Örgulega Peter Ben. Já, við erum að tala um tónlistinni, já. Sko, það, náttúrulega, fyrsti hálftíminn er ekkert sagt. Það er bara... Ég er alveg svona pínu stressaður að fara að sjá hana. Þannig að ef þú ferð að horfir á hana og ert bara svona... ekkert að gerast, eða... Þú verður að klára myndina, sko, áður eða þú... Já, ég myndi alltaf gera það. Þetta er masterpiece. Ef þér finnst þetta að vera meistarverk? Sko, reyndar, þegar ég horfði á hana, þá, það er nokkur á síðan, sko. Þá fannst mér hún svona... ekki alveg minn tipulli, sko. Þú setur hana ekki frá Shining? Nei, hún er ekki á listanum, sko. Nei, hún er ekki á listanum. En hún er svona visual mjög flott. Bara leikmyndin og bara kvikmyndatakkan og... Svo fekk ég til minn Jörra, hann er svona visual effects supervisor og hann er mynd sagði að 2001 væri svona hans uppátt brellumynd. Já, það er bara hvernig hún er bara tekin upp, sko, er geggjað, sko. Það er líka myndir af Kubrick voru alltaf flottar, eða eru flottar. Já, og líka, hann fekk einmitt Óskarinn fyrir þessa mynd. Bestu visual effects. Ekki fyrir leikstjóru það? Nei, hann fekk fyrir einu velunin sem hann fekk. Er hann ekki alveg frá 68? Já, nokkuð gömul. Clockwork Orange kemur 71. Ég þarf að sjá hana endur aftur, mér fannst hún geðveik, sko. Það er einmitt mynd sem að ég var í áfanga hérna í Borgarhólaskóla sem að heit kvikmynda sálfræði og þar horfðum við á Clockwork Orange og fleiri svona myndir sem að tengjast sem er hægt að skoða svona með sálfræðilegu ívafi eins og Mann fljúga við Kúkusnest og hérna við horfðum á Clockwork Orange og hún þá að skoða hann hvað heit hann? Alex. Já. Og bara hvernig hann var, sko. Psycho. bara atriði þegar hann fer þarna og er að fara að nauðga konunni þarna. Byrja bara svo að syngja þarna Singing in the Rain sem var bara hérna svona það var ekki handritinu, sko. Það var bara... var Malcolm McDowell bara að spinna? Já, það var bara... Ég vissi það ekki. Fannst eitthvað gaman að byrja að syngja þetta lag. Svolítið sækolegt. Sem gerir þetta ennþá meira sæko, sko. Verður bara að nauðga ykkur í konu hann og bara syngja þetta lag, sko. Það er alltaf klikkun. Það er mjög klikkað, sko. Og svo náttúrulega að tala að hérna eftir að þessi mynd kom, þá jókst ofbeld í Bretlandi. Ég kynnti mér aðeins. Ég las mér til þetta eftir ég fekk tíminn. Hann heitir Jói Dagur, rappari. Hann nefndi Clockwork Orange og mér minna löglega hann nefnt hann á svona sínlista þá fyrir hann svo kíkt á þetta las mér til þetta og það er alveg skipta skoðan það hvort það hafa verið myndin að kenna Já, það er svona eitthvað hvort það hafa verið nákvæmlega út af myndin Bretar fóru eitthvað panik hann á þessum tíma Já, og var ekki bönnuð bara þessi mynd 30 ára eða eitthvað sem er einum of Já, en Shining náttúrulega er sko tónlistin í Shining er ekki geggjuð. Geðveik tónlist. Og svo þegar svo kom Dr. Sleep. Já, sástu hana? Ég sá hana. Sástu þú hana? Ég er búin að sjá hana, já. Þú sástu hana. Hún er náttúrulega ekki eins góð. Nei. En þegar hann kemur aftur á hótelið og fyrir að labba allt og það lítur nákvæmlega eins út og tónlistin er þannig sko ég sat í bíósalnum og ég fekk bara svona gæsó bara þetta var bara sko fyrir menn sem að fíla Shining hlýtur þetta atrið að vera bara í Dr. Sleep bara wow þess verið að köpa með hann í bíó já en hvernig fannst þetta Dr. Sleep? Svona ekkert eitthvað þetta atrið var gott annað fannst mér ekkert eitthvað það ekki, ég var mjög hrifinn af henni sko já, alltaf lægi sko
ekkert með við Shining, sko. Nei, þú veist, það eru fáar myndir sem komast nált Shining. Já. Svo það var Stephen King ekki sáttur með Shining, sko. Nei, gerði hann ekki svolítið svona sína útgáð sem var sjónvarpsmynd í tveimur pörtum eða eitthvað? Jú. Mér fannst hún ekki sko myndin. Það var sagan endar öðruvísi heldur en myndin, sko. Ég las ekki bókina, sko. Þá eitthvað, sko, ég held að Dr. Sleep hafi endað meira eins og sagan, sko. Skilju, hótelið átt að brenna. Eða brennir í sögunni, sko. Það gerist ekki í Shining. Nei. En það gerist í Dr. Sleep. Já, Stephen King var eitthvað ekki sáttur. Nei. En sem við sem pínu fyndið, þetta er alveg masterpieces sem mynd. Shining, hvað var hún í? Nú, 7. sæti þér? Hún var í 7. sæti. Það er einmitt sko Jack Nicholson og svo tala hann að svona, hann fer svo mikið inn í karakterina, sko. Og fer í svona method acting. Og fer í líka svona, ég fór á námskeið, svona leiktækni námskeið hjá Þorsteini Backman og Magnús Jónssoni. Það sem þeir eru að kenna svona leikaðferð til að komast inn í karaktera eftir Michael Chekhov sem er svona meira svona, það er til myndband af Nicholson áður hann að fer í tökuna þarna Here's Johnny það sem hann er svona bara off camera að bara koma sér í karatinu bara það er bara verið að stilla upp ljós og kamerur og hann er bara að koma sér í karatinu og það var verið að kenna á þessu námskeiði, sko. Og hvað var að vera að kenna nákvæmlega? Ég hef heyrt Aldís Ama leikona kom til mig, hún talaði um Chekhov-teknina. Já, þetta er svona, sko, til dæmis þegar þú ætlar að fara inn á svið, ert að fara að leika eitthvað svona dramatískt atriði. Þá til dæmis gott að fara meira baksviðs og svona gera sér svona eins lítinn og getur. Bara beygja sér niður, setja hendurnar bara yfir hausinn og vera þannig nokkra mínútur og inn á svið. Af hverju? Þú veist hvað græður það? Þá ertu orðin einhvern veginn svona og til dæmis þú ert að fara að leika kannski eitthvað svona gleðiatriði vera þá baksviðs og gera þig stóran. Þá ertu bara verður bara svona glaður. Og finnst þetta virka? Hefur ekki notað þetta? Sko, ég hef ekki notað þetta reyndar. En þetta virkaði alveg eins og til þess að námskeiðinu, sko. Þá virkaði þetta alveg, sko, að koma sér í svona karakter, sko. Og það var hann að gera ásetti fyrir þetta atriði. Áhugavert. Til á YouTube eða eitthvað, sko, sem að... Hann er svona að gíra sig upp. Já. Og sér hann bara að vera eitthvað bara... áður en að fer bara í tökur, sko. Og Here's Johnny er náttúrulega bara eitt frægast atrið ever í kvöldsögunni. Já, það er sko þetta náttúrulega Shelley Duvall hann fór nú ekki vel með hann Nei, minnst, það er svolítið blettur. Já. Það er mikið blettur. Þú getur alveg fengið góða framistur leikunum á þess að misþyrmaðin, skilur þú. Já. Og það sem maður er búin að heyra mitt er að hann að beita hann bara grófu andlegu ofbeldi. Já. Það var einmitt eitthvað farið inn á það í þessari heimildamynd, sko. Hann var bara eiginlega vondur við hana bara til að ná fram þessari annars góðu framistöðu hjá henni, sko. Frábær framistöða, en ég held að alveg geta fengið þessa góðu framistöðu á þess að vera vondur við hana. Já. Skilur þú? Líka bara svo þegar exin hann kemur inn hurðina og viðbröðun hjá henni eru svo gegguð, sko. Bara, þau virka ekta. Þetta er bara, hún er hrætt bara í alvörunni. Hrætt bara við Kubrick. Og og líka Jack Nicholson bara með þessi augu og þetta andlit og sko, ég er hrættur bara sjálfur, sko. Mér finnst þetta bara þetta hlutverk og hann bara skrifa fyrir hann, skilur. Já. Fyrir Nicholson. Já. Hann er ekta svona karakter. Ég myndi að líka, sko, það hefur líka verið bara spunni, sko, Here's Johnny settingin, sko. Var þetta ekki Johnny Carson? Þess að Here's Johnny, eitthvað svona, var þetta ekki Jay Leno sem tók við á hann með eitthvað? Hann var svona late night, eitthvað svona host. Ég held að þetta sé það, sko. Þá var alltaf sagt, and here's Johnny, þá kemur hann fram, minni það. Þannig að Jack Nicholson var bara
setti ég það í Shining. Ég nokkuð svo að það sé rétt sem er. Hann setti það í hryllismynd. Já. Og það svínverka. Æðsladri. Ég líka hafi oft spáð í, sko, af hverju er hann að segja here's Johnny, því að hann er Jack. Ég held að hann tekið þetta úr þessu. Já. Úr þessu talkshow-dóti. Það er mjög góð. Já, það, sko. Algjörlega. Já. Ok, fyrir með 5. Fyrir með 5. Hvað er með 5 hér? Það er mynd sem að það er nýrri mynd en Shining. Ok, nú erum við að færa sko bara yfir á þínar upp á hals alveg. Já. Það ekki? Jú. Ok, nýle mynd. Þetta er, já, díli 95. 95, ok, 90s mynd. Árið áður en ég fæðist. Ok. Þetta er Braveheart. Já, ég elska Braveheart. Akkur aldrei hana? Hún er bara, hún hefur allt. Hún hefur allt, sem bíómynd. Þetta er hasar, þetta er drama. Ást. Þetta er ást, þetta er spenna, fyndin á köflum, sko. Og sorgleg, já, og sko Mel Gibson, hann leikst í henni, leikur í henni, bara, þetta er... Myndi sem það eru masterpiece? Já. Alla myndindar á svo lista Það er allt mistaður. Á tónlistin, James Horner. Brjálu. Og þetta atriði þegar hann þegar var ekki pappans William Wallace sem að dó í byrjun og hún kemur til hans litla stelpan, gefur honum blómið. Falldaðri. Þetta er bara... Ég táraðist. Það er stutt sem ég sá hann, sko. Já. Mér finnst þetta bara æðist aðri. Og James Horner sem er nú bara, hann var eitt besti tónlistar, svona kvikmynda tónskáld. Er hann fallið frá það? Hann dáinn, sko. Vá, ég vissi ekki að James Horner er það ekki? Aha. Já. Er James Horner dáinn? Það getur það röglega rétt sér. Ég bara... Dó í flugslýsi. Nei. Vá, ég var að gleyma það. Hann var búinn að læra eitthvað svona, eitthvað flugmann eða eitthvað. Hann var bara einn í vélinni, sko. Ég var rétt sér, hann dó 2015. Já. Vá, ég var bara að gleyma það. Svakar tónskáld. Já, Titanic og Braveheart og Avatar. Avatar, já. En Braveheart tónlistin fyrir mig persónulega, hún er alveg, ég hugsa hún fær á top 5 hjá mér yfir uppáhalds kvikmynd og skor allar tíma, sko. Já, þetta, sko ég set oft bara svona kvikmynda skor bara á heipa, sko. Sérstaklega til dæmis þegar ég var í Borgó og var að læra, sko. Annarkvort í tímum eða bara að læra fyrir próf heima. Þá var maður bara með í eirónum bara kvikmynda tónlist. Og að Braveheart oft hjá þér? Og Braveheart var þar og eins og tónlistin í Intouchables. Þekkirðu hana? Nei, ég man ekki nóg eftir tónlistin þar. Það er píanó. Kemur í lokinu myndinni bam 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 bam. Man ekki nóg eftir því. Það er rosalegt, sko. En Braveheart, já, það er... Episk tónlist í Braveheart. Já, The Secret Wedding. Og það er svo fallegt atriði, sko, þegar þau laumast út í skóginn. Já. Gifta sig Þetta er svo góð mynd, maður. Já. Mér finnst hún eldast rosalega vel. Já. Mér finnst hún ennþá góð. Er langt síðan sást hana? Nei, bara eitthvað, 1 árið eitthvað. Já, og ég meina, ertu ekki saman því að hún eldist vel? Já. Mér finnst það bara tímalaus mynd. Já. Sko, það eru 2 myndir, sko, hún og Gladiator. Gladiator er ekki á listanum, sko. Ok. Þér finnst Braveheart betri? Ég finnst Braveheart betri. Þær eru svona báðar svona, það er svona svipað konsept í þeim báðum. En Braveheart er bara svo rosalega góð, sko. Mér finnst það miklu betri mynd. Mér finnst Gladiator alveg flott mynd, en mér finnst Braveheart miklu betri. Og bara hann að berjast þarna fyrir Skotland. Og bara þessi ræða hjá honum hann að...
Er ekki bara best að ræða eðver í bíómynd? Bara freedom. Svo þannig öskrar lokin, freedom, gæsóð. Þetta er svo brjáluð mynd, maður. Hvað segir náttúrulega? They can take our lives. But they can't take our freedom. Segir það ekki? Það segir það. Ég ætla ekki að fara að leika aðrið. Það er ekki monolog. Þetta er rosalega ræða, maður. Þú veist, mér langar bara stökku inn í sjónvarpið, bara að fá að berðs með þeim, sko. Bara fá þér hest og bara... Mála með bláan í framan. Já. Og líka bara atriðin í þessari mynd, stóru bardatriðin og þetta er bara svo... Þú sérði ekkert svona myndir í dag. Nei. Nú er þetta bara mikið þessu tölvu gert og það missur þú svona... Það er eitthvað touch. Sko, Game of Thrones. Mhm. Það var fyrstu seríuna þar. Mhm. Þar fikk maður svona bardaga, sko. Sko, að einhverju leyti, en þeir alltaf höfðu svo lítið pening í fyrstu seríunum með við síðan setni seríunum. Já, svona eins og til dæmis svona bardaginn á milli, Jon Snow og Battle of the Bastards. Mhm. En það er líka setna. Það Er það ekki í seríu 4 eða 5? Nei, eitthvað svo leiðis. Þá er það konum aðeins meir pening. Þá getur þið gert stærri bardadri og... Já. Það er rétt hjá þér, það voru flott atrið þar. Það, sko, sábardagi Battle of the Bastards, það er rosalegur bardagi, sko. Já. Það er bara eitthvað... Það er líka bara þegar Game of Thrones var eitthvað sitt besta, toppaði allt í sjónvarpi. Já, ekki saman því. Ekki? Það er einn þáttur sem er ofar öllum öðrum. Breaking Bad. Finnst þið Breaking Bad er besti sjónvarpstíð ever? Já. Allra tíma, sko. Er það búin að sjá Sopranos? Ég er ekki búin að sjá Sopranos. Það er númer 1, sko. Sko, ég hef verið að hlusta á ykkur hérna og því að tala um Sopranos sé svona Breaking Bad hefði ekki verið Sopranos hefði ekki komið. Ruddu brauðina, maður. Já. Ég er ekkert að gera lítið úr Breaking Bad, það er þeim að kenna þér komið setna. Ég meina Breaking Bad eru frábærir. Sko, Breaking Bad, ég er búin að sjá alla seríunar, örugglega 4 sinnum með eitthvað. Já, ok, svona oft. Já, og ég bara, sko, þeir snerta eitthvað sem að engir að þeir hættir í gera, sko. En það er líka heildarverkið, er bara svo, þetta er svo solid. Það er engin léleg sería í Breaking Bad. Nei. Bara frá þætti 1 til lokaþáttar er bara aldrei leiðilegt. Ég man samt eftir einum þætti í Breaking Bad sem ég var ekki hrifinn af. Hvað er það? Fluguþátturinn. Fly. Já, sko. Það var steiktur. Já, það er nú skipta skoðanir á því hvort að sumir eru bara, þetta er ömurlegur þáttur. Aðrir eru bara, þetta er geggjað þáttur. Vegna þess, þetta eru bara þeir tveir allan tíman að spjalla. Mér fannst bara eins og lítið gerast hjá hann. Hann er alltaf þannig við fluguna og svo kemur Jesse og þeim sem að finnst hann góður af því að þarna færðu bara Walt og Jesse og bara... Í 45 mínútur eða eitthvað, bara í þessum einu þætti. Já. Þetta er svo annað þáttur sem heitir 4 Days Out. Já. Þess að þeir fara hann að búa til með, keyra eitthvað út í eyðimörkina og í 4 daga. Já. Og það er líka bara svona þeir tveir bara... Mér minnir samt að hann hafi verið skemmtilegur en flugþáttur. Já, það er skemmtilegur, sko. En Breaking Bad, sko, þessi gæi hérna sem er búin að vera hjá þessundum hann að sem finnst Breaking Bad bara ömulegir. Er það tala um Högn á félagum minn? Það getur verið. Ég er bara, hvað? Hún er Stranger Things, skemmtilegur en Stranger. Já, ég er bara, sko... hlusta á þar mann alveg Breaking Bad. Högnið, þú ert að hlusta á þátt. Þetta er rámt hjá þér. Breaking Bad eru góðir. Þeir eru bestu þættir sem hafa verið gerðir, sko. Þannig þér finnst þér betur en Stranger Things? Ég hef ekki sett Stranger Things. En þá myndi Högni segja nánu veg. Þú ert ekki sem að sjá Stranger Things. Já, sko. Þú ert samt það viss. Sko, ég set Game of Thrones. Alla Game of Thrones. Og Breaking Bad eru góðið allan tíman. Ef þeir hafa það umfram, þetta er sem ég þurfti að ranka þetta í dag, Breaking Bad fyrir frá Game of Thrones. Já. Af því þeir náðu ekki að klára endan, nógu vel fannst mér. Sérst í Game of Thrones. Nei, þeir vissu ekkert hvað það að gera, sko. Nei. Voru ekki fram úr bókonum eða eitthvað? Jú, þess að bara voru, virtist bara þættir.
hann meina minn skilning en hann bara ákvað þetta eru bara 5 seríur, við erum ekki að fara í eitthvað meira en það. En hvernig veistu Better Call Saul? Þeir eru mjög góður. Mér finnst þeir eru ekki síður en Breaking Bad. Það sem ég er búin að sjá að Better Call Saul. Nei, þetta er sko... Þetta er ógeðslega vandað, maður. Ja, þetta er, sko, fyrst var þetta svona meira svona lögfræði þættir. En svo var þetta búið að færast nær Krimma. Breaking Bad, sko. Já. Og þá er þetta bara sama dæmi, sko. Mér finnst þeir, já, ég var reyndar eftir að sjá... Hvað er það, 4. seríu? Ég er búin að sjá 3 eða 4 seríur, en ég á eftir þá... Er ekki komna 5? Veistu það? Er búin að sjá allt? Ég er búin að sjá allt, sko. Já. Ég á eftir að sjá 1 seríu. 9 stuð. Já. Að því ég horfi á þetta á Netflix. Já. Þá kemur þetta bara allt í einu, en það kemur alltaf árið seinna eða eitthvað. Já. En mér finnst það bara rjálast af. Já, og nú er þetta að verða, sko, ég held að nýjasta serían verði bara á pari við Breaking Bad, sko. Er það ekki síðast, þetta er síðast serían, ekki? Já, ég held að. Já. Það er geggjað. Já, okay. Sko, með Gus Fring hérna og... Æðislur. Það er náttúrulega hjarta á allum daginn, hérna. Bob Odenkirk, já. Sem betur fyrir, það er allt í lagi með það. Sér pældi að hann hefði dáið og ekki ná að klára. Það hefði verið hræðilegt. Ég meina, shit. Ekki að það auðvitað hræðilegt maður fellum frá fyrir fjölskyldu og vini. Já. Ég er ekki að líta því. Nei. En bara fyrir, það hefur verið sorglegt. En þetta er hans masterpiece. Já. Þú veist, þó hann hafi verið í Breaking Bad, þá hann er í aðalhlutverki í Better Call Saul. Já. Þetta er bara svo vandað. Þetta kannski tefur eitthvað tökur? Ég er ekki bara eitthvað smátri. Já. Æ, ég er ekki það. Herru, farið næstu mynd. Nú erum við komin í alveg stöf. Við erum komin í nummer 4. Ok, nú erum við komin í hardcore þínar uppáhaldsmyndir. Já. Og þetta er mynd sem að þú hefur talað áður, podcastinu. Gott, þú fórst ekki á hana 8 sinnum í bíó. Dark Knight. Ok, Dark Knight. Já. Ég var enda við að taka upp þátt núna. 2-faldan. Batman. Já. Ég elskar Batman svo mikið. 2-faldan þátt. Já, ég ætla með Batman viku núna í næstu viku. Þannig að við tókum hérna fyrst Keaton-myndinar og George Clooney og Val Kilmer-myndinar, 90s-myndinar og aðeins þetta teiknumyndadót. Svo seinni þátturinn er Nolan-myndinar og Affleck og svona. Ok, Dark Knight. Akkur aldrei hana? Hún er bara, þetta er besta spennumynd sem ég séð. Já, þér fannst það bara rosa spennandi? Já, hún er spennandi frá byrjun til enda, sko. Og þarna erum við með Heath Ledger. Og þetta er að mínum að því besta leikara framistæða allra tíma. Sem bara höfðu séð? Já. Ég get ekkert ósammálaður. Mér finnst hann hvarf alveg inn í karakter. Sko, hann var ekki að leika Jókerinn. Hann var Jókerinn bara. Já. Hann er rosalur. Hann fór það djúpt inn í þennan karakter. Að hann dó bara. Basically. Já, en þú veist, menn voru að tala um það með bara, Joker hlutur ekki bara fóð með hann. Veist, það er bara... Já, ég minna hann... Hann elskaði að leika hann karakter. Hann lokaði sig hann inn í okkur hótel í mánuð og... Hann átti bara sína djöfla. Hélt dagbók bara sem Jókerinn og... Er það svona staðfest? Ég hef ekki séð það samt. Ég hef bara... Maður heyrði ykkur svona sögur. Svo fór maður að heyra viðtöl við fólki sem stóð á nærrinni og þeim sögðu bara öll. Ég minna, hann bara elskaði að leika Joker, það er ógeðslega skemmtilegt. Ég minna, var óvidós hann ekki? Já. Ég held að hann alltaf óvidós og þá hann ekki að leika Joker. Nei, náttúrulega. Þú viltu meina það að hann hefði, að það var hluti í hans dauða? Að hann hefði leikið Joker? Ég minna, hann deyr hann í janúar 2008. Minni kemur 2000 hann á dáin áður myndin. Já, hún kemur í júli 2008. Já. Hann deyr á hann frumsýnd. Já. Þannig að hann hefur verið að taka upp þetta í 2007 eða eitthvað. Og deyr svo bara rétt eftir. Já, þú veist, það er ekki bara tilvíð. Það veit ekki. Já, þú vilt meina það, að bara, fyrst þú trúa því bara. Já, þetta er auðvitað bara þenni leik Joker. Hann fór það djúft inn í karakter. Hann leikari. Ég meina, menn hafa ekki farið svona. Já, þú vilt meina það, enginn hafi farið.
svona djúpt í eitthvað kall? Ég held ekki, sko. Nei. En Robert De Niro var method actor og gerði... Aldi Lewis, hann klikkað. Já, Marlon Brando og menn og... Já. Það hefur enginn farið svona djúpt, held ég, inn í karakter, sko. Nei. En Robert De Niro vann sem leigubílstjóri þannig fyrir Taxi-Driver. Já. Ég skil hvað við. Og hann ekki líka kefti sem boksari fyrir Raging Bull. Ég veit hvað það keft, mér bara sem alvöru boksari. Ég held það, sko. Hann er að lesa það, sko. Það geti alveg verið. Og vann eitthvað, sko, nokkura bardaga, sko. Nei. Já, hann er það klikkað sem leikari, já, ekkert verður að hann að gera það. En ég horfði á Dark Knight núna bara helgina, sko. Er hún langt best á Nolan-myndunum? Já. Hún er, sko, ég hef séð allar Nolan-myndina nema eftir sem Memento. Var það fyrsta þér? Einu undan. Hann gerði mynd sem heitir, ég held hún heitir bara Following, eða The Following, manni hvort það var. Ég sá hann ekki. Svo gerði Memento. Já, svo hef ég séð allar þar á eftir, sko. Var ekki Memento og svo kom Prestige. Insomnia, já. Al Pacino. Já. Það er endur gerð. Ég eftir að segja Insomnia líka. Hún er góð. Ég búin að sjá Prestige og Inception og Interstellar og sko, mér finnst hann vera svolítið á niðurleið, sko. Nolan sem leikstjóri? Já. Hvað er þessi Tenet? Það var eitthvað leiðilegasta mynd. Ég er sammála. Hvað? Hann þarf að fara tilbaka í, hætt að gera þetta. Ok, hann getur fengið eins mikla peninga og vill, sko. En það bara virkar ekki. Það þýðir ekki að hann þurfa alltaf að gera það. Nei. Ég vil sjá hann gera eitthvað svona Prestige, eitthvað þannig. Inception. Men Inception er risamynd. Já, reyndar, já. Ég vil ekki fá aðra þannig. Nei. Meina Prestige eða Memento eða eitthvað. Já, eitthvað svona, skulum þetta aðeins niður. Já. Mér langar reyndar alveg fleiri leikstur að gera. Bara eins og Denis Villeneuve, sem hún er að tala um aðan, sem er að gera Dune. Ég er alveg til að hann gerir næst eitthvað svona aðeins. Alveg svona að Dune verið frábær. Tökum þetta aðeins niður. Fyrir að segja aðeins minnisögur. Já. Fyrir mig persónulega. Já, Nolan, síðasta góða myndin eftir hann var held ég bara Inception. Minnst mér. Þið varst að Dark Knight Rises ekki góð? Jú, ekki eins og Dark Knight, sko. Nei. Dark Knight er alltaf bara masterpiece. Já. Og svo kom hann Dunkirk. Nei, mér varst Interstellar ekki góð, sko. Ég fíla hann ekki heldur. Nei. Þú ert enda fáur sem ég heit sem fíla hann ekki. Já, ég sé hann einu sinni og hún bara náði mér ekki, sko. Nei. Kannski þegar ég sá hann aftur til eitthvað. Ég gaf hann annars séns, hún var ekki námið. Nei. Dunkirk, búin svo hana dyrðar. Ég veist ekki spesið hana, sko. Ekki mér heldur. Og svo Tenet náði einhverjum nýjum lægðum. Mér leittist það rosalega henni maður. Þetta var ekki neitt. Nei. Ég er búin að ranta svo mikið við Tenet að ég er Tenet, ég ætla bara ekki að segja neitt núna. Það er bara eins og það er bara verið eitthvað hvernig get ég gert flókna hluti ennþá flóknari og bara sem fjall ekki við neitt samt. Bara eitthvað fara aftur á baki eitthvað og það var bara í bíónum bara hvað er í gangi? Hvað er það ruggla, Lola? Bara ok, nú ætla ég að láta flugvél pressa á hús til hvers? Bara ég að ég get það. Ég vil fullt af peningu síðan eða. Það bara En Dark Knight þú talar um aðan að þú var ekki búin að sjá margar Marvel-myndir og okkur svona. Nei. En ertu Batman maður? Ertu búin að sjá þetta gamla myndar eða varstu bara... Ég er búin að sjá allar Nolan Batman. Ok. Ég var eftir að fara í Tim Burton. Já, með Michael Keaton og svona. Já, Jack Nicholson og... Já, þú ert eftir gamla. Þú ættir að sjá hana, Nicholson maður. Ég var eftir að sjá hana, sko. Batman og Batman Returns og Batman Forever. En þú ert kannski ekki mikið svona overdjúpur. Nei. Það er aðeins um Spiderman, sko, Nolan Batman. Sko, ef ég ætti að segja eitthvað svona overhitjumyndir, þá eru það Dark Knight, þríleikurinn og svo Spiderman, Tobey Maguire. Ok. Þessar þrjár hann. Það fannst mér góðar. Fannst þið þriðja líka góð?
Spider-Man 3? Nei, hún var ekki sko stær sko. Nei, ekki sko. Ég er alveg sammála því. Finnst þér Tobey Maguire að vera besti Spider-Man? Nei. Ekki? Nei. Ok. 30 maður að leika. Ég fann, hann er Spider-Man sko, fyrir mér. En þér finnst það að vera Spider-Man? Ja. Þú fýlar ekki Tom Holland sem leikur hann í dag? Mér finnst hann vera eitthvað krakki að leika Spider-Man. Peter Parker er krakki. Já, ég er að segja, skilur, Tom Holland er bara eitthvað svona að leika Spider-Man, sko. En Tobey Maguire er Spider-Man. Tom Maguire er bara að vera Spider-Man. Hann er Spider-Man, sko. Hann er bara, hann náði að túlka þetta svona klaufalega gæinn sem fór síðan heim bara til frængu sinni og frænda og svo bara Spider-Man. Já. Ekki það, mér þótt alveg vænt hann í slutverki. Já. En mér finnst Tom Holland betri, sko. Já, menn svo erum við með James Franco, Willem Dafoe, flotti leikarar. Kirsten Dunst. Ég hef aldrei hreina henni. Ekki, Nei, sex skemmtilega leikara. og svo bara allir þessi vondugallar hann Green Goblin og hann Dr. Octopus. Dr. Octopus og Sandman. Var ekki þriðju Sandman? Já, Sandman verið þriðju og Venom líka. Já, Venom, já. Ég er spenntur fyrir Venom 2, sko. Það, fannstu Venom myndi við Hardy góð? Ég var svo allir leið, sko. Það? Já. En mér fannst svo sem Venom hann í númer 3 í Spider-Man. Hræðilegur. Þá var þetta komið út í of mikið, sko. Og mikil steip. Já, þegar Tobey Maguire og fær hann að dansa þarna á gutt. Með svarta emo-hárið. Já, mitt. Það var hræðilegt. Já. En 1 og 2, þær eru góðar, sko. Já, Spider-Man. algjörlega. Sammála. Já. Sérstaklega 2, frábær mynd. Já. Alveg frábær. En Dark Knight, Dark Knight er sko, þetta er svo... myndir þú kalla þetta overhjumynd? Er það meira bara svona crime thriller eitthvað? Sko, mér finnst sko Batman vera eitthvað svona ekkert endilega aðal í þeirra mynd, sko. Hver er aðal? Mér finnst Jókerinn vera, sko... Eða, frekar hann Harvey Dent? Hann er endar... hann er mjög góður í henni, sko. Aaron Eckhart. Og hann er, sko... nú þekki ég ekki alveg, sko myndasögunar. Og hann verður Two-Face. Hvernig það er í myndasögunum. Það er öðruvísi með að við í Dark Knight. Já. En það er alltaf eitt, þetta er bara hans útgáfa. Útgáfans Nolan af þessum karakterum. Hans nálgun. Það eru bara episkar senur í þessari mynd. Eins og þeirra eltingaleikurinn á trukkonum og trukkurinn fyrir þannig hálfring bara í loftinu. Já, og hann gerði það einmitt í alvörinni. Já. Geggjaðri. Hann á mótorhjólinu og þetta er bara geðveik mynd. Gary Oldman og það er bara svo náttúrulega ef við ætlum að fara nánar í Heath Ledger, sko það er ekki atriði í þessari mynd sem hann er lélegur í, sko. Nei, hann er alltaf góður. Og ég er bara svona vil meira, sko. Já, hefur þú viljað fá hann í sem hann ekki dáið, hefur þú viljað fá hann í 3? Í Rises? Já. Já? Ég held það, sko. En er ekki alveg pínu cool að þetta er eina sem fengum að þessari útgáfu? Það er bara í Dark Knight. Jú. Það gera einstakt, að ef að kannski mögulega ef hann hefði haldið áfram. Já, þá hefði þetta ekki horfið eins svona. Ég held það, sko. Annars hræddur það, það hefur kannski mist svona einhver töfra. Já. Þannig ég, sko, ég hef verið með YouTube-vídeó að við viðtali við Heath Ledger. Og svo hinum megin atriði úr Dark Knight. Og ég sé bara ekki þetta sé. Þetta er ekki sami maður. Sami gæinn, sko. Nei. Ég er sammála. Því hann er svo rólegur og bara eitthvað svona chillaði gæi, bara eitthvað í alvörunni. Og svo er það bara þessi kólklikkaði psycho þarna. Já. Ég mynda bara eins og í Brokeback Mountain. Já, þar er hann bara eitthvað. Þetta er ekki sami gaur. Þetta er bara allt annað maður, sko. Já, ég var rosa spenntur að sjá, hefði verið rosa spenntur að sjá hvert hans leikferill hefði farið. Ef hann ekki dáið. Af því hann alltaf varð bara mega sérna.
eftir Dark Knight og mér er svo sorglegt að hann fikk ekki svona að vera vitni að því hvernig fólk tók framistunars. Það er rosa sorglegt. Þetta var bara svo stór framistæða. Og öllu fannst hún geðveik. Ég meina, Óskarsverðlaun og... Já, og ég held að hann hefði fengið Óskarsverðlaun þó hann ekki dáið, sem þú segja, ég fekk bara Óskar þegar dó, og svo kjafta, hann er geðveik í þessari mynd. Þetta er bara, eins og ég segi, besta leikara framist allra tíma og atriði þarna yfirheysluherberginu þegar hann og Batman eru þarna hlátur hjá honum þarna sem hann var einmitt á hótelherberginu að stúdera þegar hann var að stúdera hláturinn og röddina og hann var eitthvað með svona inspiraðar af Alex og Clockwork Orange og hérna Tveir sækóar. Já, ég myndi fór á hana í bíó í fyrra, sko, þegar maður sínt þarna aftur og það var eitt atriði, sko, sem ég hafði ekkert mikið pælt í, sko, fyrir en ég heyrði það bara í bíósalnum og það var hérna atriði þegar sem hann leikstýrði sjálfur já upptökunar sem að Jókerinn tók upp og það er eitthvað lögga sem bara var búin að taka fast hann og er að biðja hann að segja eitthvað hann og svo er löggan eitthvað svona að horfa niður og hann segir hann að look at me svo segir hann aftur svo herra hann look at me og ég bara fekk svona ég bara alltaf þessu upplifun af þessu bara look at me hversu bara rosalega klikkaðan hann var bara ég maður þegar ég sá þetta í bíó bara fyrst skipti ég var bara eitthvað shit ég væri hræddur við hann mann sko. Hann er allt og klikkaður en það líka hérna las ég sko að Michael Caine hann hérna þegar hann var ekki búin að hitta Heath Ledger sko svo kemur hann á sett sko í karakterinu sko og Michael Caine átti að fara að leika eitthvað sko hann bara glemdi línunum sko hann var svo bara hræddur sko við að sjá hann bara ég man þetta einmitt að lesið á hann myndi koma út Gary Oldman og Michael Caine og fleiri leikarar voru myndi að tala bara hvað Heath Ledger er að gera rosa hluti með hann karakter og maður held fyrst þetta var eitthvað svona það er bara að hæpa myndina svo þegar maður sá myndina var bara shit þeir voru ekkert að djóka sko þetta er bara sko fyrsta atriði í þessari mynd er ég myndi segja þetta væri besta uppásatriði í bíómynd bara kvikmyndir sögunni já það er ofalega geðveitt atriði myndin byrja bara sögumyndir byrja svona taka eitthvað svona smá tími og bara svona ok, er þetta eitthvað sem ég var að fara að horfa á þannig að byrja þetta bara þú strax bara, wow, ok það er eitthvað að fara að gera sér og þegar hann tekur á sig grímuna hann og ég bara, wow þetta er, já en hún komst ekki ofar hér hún bara fjórða nei, það eru 3 aðra myndir sem eru förum að henda okkur í þær, hvað er númer 3 hér? Númer 3 þetta eru bara þessar 3 myndir sem mun alltaf á listanum varst ekki að segja það? Jú ok, hvað er númer 3? hvaða svaka myndir er númer 3? nei, númer 1 og 3 já, númer 3 er Forrest Gump ok, Forrest Gump ekki mynd á hvað heldur hana? sko þetta er mynd sem að sko allar myndirnar í númer 1 og 3 eru svona drama myndir og ég myndi segja að ég væri svona mest fyrir drama sko. það er uppáhalds tegundu þín? það er svona góð drama mynd eitthvað svona góð saga okay. eitthvað svona persónusköpun góð leikur tónlist falleg saga það er svolítið þitt? já okay. og Forrest Gump hefur þetta allt leikurinn Tom Hanks geggjaður og bara þetta ferli sem hann fer í gegnum situr á bekknum og segir sína sögu bara frá fæðingu og til dagsins í dag og þetta er svo geggjur saga maður já, bara það sem hann hefur lent í bara og farið að berja sann í Víetnam eða eitthvað
og Svo það hleypar hann Bandaríkin og allt þetta rugg. Rækjuævintýrið og... Hittir hann Baba Gump. Baba, já. Baba, já. Og sem náttúrulega deyr þannig í frumskógunum. Og svo annar karakter þar sem var yfir honum í hernum, Lieutenant Dan, sem einhver besti karakter bara sem æðislegur. Hann byrjar ógeðslega svona þegar leiðileg típa svona ég ræð hér yfir ykkur og algjörlega. Og hvernig hann síðan orðin í lokinu sko bara og svo fallið þetta atriði þegar hann þeir fara saman á rækjuveiðar og hann segir við hann Forrest, ég held ég hef aldrei þakkaði fyrir að hafa bjargað lífi mínu sko. Og því að hann vildi fyrst að hann myndi bara láta sér deyja hann vildi bara deyja í stríðinu. Já, eins og allir forfeður hans höfðu gert en Forrest bjargaði honum og svo þakkaði honum fyrir hann áður en hann stökk sér í sunds Það er svo góð mynd maður. Það svo fallið atrið falleg mynd bara. Já. Hvernig finnst þér Robin Wright? Í þessari mynd eða bara yfir höfuð í þessari mynd sko. Mér finnst hún góð. Jenny? Já, Jenny. Það er svona skipta skoðun karakterinn sjálfan. Já. Bara eitthvað, hún var ekkert hún var vond við Forrest eða eitthvað, en hún fór ekkert aldrei í taugarnar með þannig sko. Nei. Mér finnst Robin Wright flott leikuna. Já. En þér? Mér fannst hún mjög góð í þessari mynd sko. Og við sko líka sko litla Jenny sem er fyrst sko. Já, hún er góð. Hún var mjög góð og hún náði alveg svona að fanga svona hvernig pappinnar var. Já. Þegar hún fyrir að óska sér make me a bird so I can fly far, far away. Og já, þetta er bara stórkostleg mynd, sko. Ég fæ alltaf kökk í hálsinn þegar hann stendur frá gröfuna hann Jenny. Já, og fer með ræðuna. Já, er að tala við hana, sko. Já, son þeirra. Já. Hann er að tala hann hafði svo mikla áhyggjur að son hans er ekki klár. Já. Er þið svona eins og, að því hún varst að vera svo vitlaus og hann var svo rættum á sonu sinni þannig. Já. Svo fallið þegar hann segir að hann sé svo klár og yndislegur. Já. Og þetta er svo góð mynd, mér langar að horfa á hana núna, sko. Já, og Tom Hanks líka, sko, hann er örugglega svona top 3 uppáhalds leikara, sko. Hann er svo skemmtilegur leikari. Já. Og alltaf góður. Já. Leiki alls konar myndum. Já. Það er gaman að horfa á hann. Ég held ég hef séð örugglega svona 20 myndir. Með honum? Já. Og hann er bara góður í öllu. Ég meina, hvort sem það er Forrest Gump eða Saving Private Ryan. Já, eða önnur mynd sem kemur eftir, sko. Já. Eða skilur við mér hann var í Big og Sleepless in Seattle og Mitt í Toy Story og hann er bara legend þessi gaur. Já. Klálega. Já, og var hann á 2 Óskara, Forrest Gump og Philadelphia. Já, einmitt. Vá, hvað langt ég sá hana, maður. Það var sko 2 í röð, sko. Já, því hún er 93. Já. Forrest Gump 94. Ég fekk hann Óskar, ég var að gleyma því, fekk hann Óskar 2 ára röð. Já. Það er rosað. Hefur ykkur gert það líka? Manstu það? Veist það? Það er afrek, maður. Sko, ég man eftir einu sem átti að fá 2 í röð. Ég fekk bara 1. Russell Crowe. Fekk fyrir Gladiator. Og mér fannst hann eftir að fá fyrir A Beautiful Mind. Já, hann fekk ekki fyrir Beautiful Mind. Denzel Washington fekk fyrir Training Day. Það er svo skemmtileg framist það. Já, það er ekki betri en Beautiful Mind, sko. Nei. Ég skil hvað við. En ég held að hann sé svo eini sem að hafi fengið 2 í röð, sko. Já, veistu það, ég bara gleyma því. Það er rosa afrek, maður. Ok, Forrest Gump er í 3. sæti. Já. Hvað er nummer 2 hér? Fyrir að klára það. Já, þarna erum við komnir að sko þessar 2 eru bara lang mínir uppáhald, sko. Ég fer bara langt úr hann hinnar.
Já. Ok. Og númer 2 er mynd sem er svona sem margir myndu segja að vera besta mynd allra tíma. En ég er með númer 2. Það er The Shawshank Redemption. Ok, þú ert með hann númer 2 en ekki númer 1. Númer 1. En þér finnst þú samt greinilega góð, finnst þú með númer 2? Já, hún er alveg 10, sko. Ok, er þetta mynd sem horfður reglulega á? Já. Og finnst þú alltaf jafn góð? Já, hún er bara, sko, ég man eftir því horfði hana fyrst, þá fannst mér hún bara algjörlega stórgóðsleg, sko. Og bara... Hefur hitt manneski sem er sagt við að með Shawshank léleg mynd? Nei. Ég hef aldrei hitt manneski sem sagt það. Það er ekki hægt. Nei, ég minna, það er ekkit lélegt við hana, sko. Nei. Það er bara, það er allt gott. Allt gott í henni. Já. Þetta er brilljant mynd. Já, það er bara, sko, og hún er einmitt svona mynd sem man bara snertir eitthvað, sem man bara er ekki hægt að útskýra, sko, bara. Nei. Það er bara eitthvað sem að gerist innra með manni þegar maður horfir á hana. Já. Þú þarf bara manneskja. Ef þú ert manneskja, þá finnst þetta góð mynd. Já. Það er bara þannig. Og bara hann endar hann í fangelsinu eftir að hafa framdi ekki þetta morð sem hann var dæmdur fyrir og ætla sig bara að komast út úr fangelsinu og var þann inn í einhver 20 og eitthvað ár. Mjög langar tíma. Saklaus maður. Og þurfti ekki meira en einhvern lítinn hamar til að berga sér. Og þetta spjall þeirra um vonina og það er bara svo... Þetta er svo falleg mynd líka. Já. Bara vináttu líka og þetta er bara svo... Þetta er tímalist masterpiece. Þessi myndur ennþá geða eitthvað til 100 ár, sko. Já. Og sagan hans Brooks. Hann bara var... Skilju, hann vildi vera í fangelsinu meira heldur en... Hann kunni ekki það. Nei. Þetta bara heiminn hans. Þannig átti hann bara heima og þannig voru vinir hans og... Já. Þannig var hann einhver. Já. Hann var eitthvað nafn. En í raunverulega, fyrir utan fangelsi, þá var hann bara gammal kall. Já. Fór að vinna í einhverju verslun eitthvað og ekki komið fram með hann eins og í fangelsinu. Nei. Svo tónlistin líka í þessu mynd, frábær. Hann erum við einmitt komnir að við rættum John Williams á þann. Hann er mitt uppáhalds tónskáld. Thomas Newman. Já. Hann er rosalur. Hann, sko það er einmitt, sko, hann getur bara líka hlustað á hans tónverk og það snertir eitthvað sem hann bara... Snertir hjartatöðuna þínar? Já. Bara tónlistin úr Shawshank. Var það Shawshank sem að svona kveikti þín áhuga á Thomas Newman? Líklegast. Já. Svo fór ég að horfa á skiluru American Beauty, Finding Nemo. Var hann með tónlistin í þeirri? Finding Nemo. Vá, það, ég kom að glemma því. Wall-E. Já, hann var líka þar. Og hann gerir tónlistina í... Hann gerir tónlistina í nokkuð sem hann gerir tónlistina fyrir Road to Perdition með Tom Hanks. Já, ég held það, já. Sástu hana? Sá hana, já. Hann gerir 1917. Já, mitt. Já, hann unnið við Sam Mendes svolítið. Já. Og ég held að hann hafi verið tilnefndur til Óskars í svona 15 sinnum eða eitthvað. Hann er ekkert unnið, eða ekki? Aldrei unnið. Hæ? Nei. Vá, ég hefði giskað að hann væri búin að vinna allavega einn Óskar. Hann er ekki unnið Óskar. Hvað hefði John Williams sem við? 20 ef að sér? Ég hefði með 5. Hann er unnið 5 sem? Já. Hann vært alveg að gefa Thomas Newman. Já, og ég hugsaði einmitt, sko, að því hann var tilnefndur fyrir 1917, geggjutónlist, og þá vinnur Hildur Guðrandóttir fyrir Jógeirinn, sko. Já, alveg rétt. En Hildur átti alveg skilji. Já. Hvernig sé samt fyrir hann, sko, tilnefndur í eitthvað 15. skiptið eitthvað. Ég svo eitthvað sem er tilnefndur í fyrsta skipti. Kemur ykkur Íslendingur fyrsta skipti og vinnur. Hann hlýtur, með eins og Roger Deakins sem búin að vera tilnefndur eitthvað svipað, hafði aldrei unnið. Sem alltaf bara skandal. Og nú var hann komið 2. Byrju, Deakins vann fyrir... Blade Runner. Vann hann ekki fyrir No Country?
For Old Men? Hvað var hann líka fyrir? Það var fyrir Blade Runner. Og 1917. Já, þetta, 1917. Já, vann hann fyrir Blade Runner líka? 2049. Emitt. Þannig ég held að Thomas Newman, þegar hann vinnur loksins, hann mun vinna eitthvað tíma. Ég meina, þeir verða bara að gefa hann bara Óskar. Já. Bara fyrir hans feril. Já, mér hann vann ekki fyrir Shawshank. Það skilur Shawshank kemur út sama ára á Forrest Gump. Forrest Gump vinnur 6 Óskara. Shawshank ekki neitt. Hvernig það hægt? En málega myndir á þessu tíma, þetta voru bara svo marga góða myndir maður. Já. Þetta er ekkert þessu í dag. Nei. Það er miklu meiri gæði maður. Þetta er 94 ár. Það er bara eitthvað... Var ekki Perfection líka? Þetta er bara rugglar. Lion King og... Bara rugglað. Þessi tími var bara bilaður, sko. Það væri myndið að Shawshank vann ekki tónlistina því að Lion King, Hans Zimmer vekk fyrir Lion King tónlistina. Já, var það máli? En svo sem Shawshank, hún var náttúrulega, eins og þú veist, hún varð miklu vinsælli í seinni tíð. Fólk kunni ekkert alveg að meta hana þegar hún kom út, sko. Nei. Þetta er svo góð mynd maður. Manstu eftir mómentinu þegar þú horfðir, eða þegar þú sást atriðið þegar Andy kemur ekki út úr klefanum þannig í lokin og maður er bara býttu nú við, hvert fór hann eiginlega? Að ég fatt ekki hvað var í gangi, sko. Nei, ég fatt ekki höfður. Og svo bara kemur fangelsismálastjórinn inn og bara eitthvað bara þú veist hvað hann er, hvað er hann? Hendir svo hann að steininu í plakatið og þá er bara shit. Það sjá bara göng. Já. Hann er búinn að grafa í fjöldamörg ár. Eitt besta plott bara. Já. Kvikmyndasögun. Það var svo flott líka þegar farið yfir mitt allt þetta, þegar hann var að losa sig við mölina og allt rast. Og af hvernig hann baði svona hamar og allt þetta. Og svo þegar hann stál alltaf líka peningunum, sko. Einmitt. Þetta er allt svo briljant. Skónum hans og eitthvað. Og það er svo flott aðrið í lokin þegar þeir hitt. Við fáum alltaf ekki sjá það beint hittast. Þegar hann er á bátnum stöndinni. Þeir hittast, sko. En fá að sjá það faðmast. Fyrir myndaðlega svona frá. Ég bara rétt svo faðmast. Já. Og svo fer kameran. Það er ekki nærmynd þegar okkur. Nei, bara ég labba hvorum öðrum þegar kameran er að fara í burtu. Já, við fáum ekki svo nærmynd að því. Nei, svo faðmast ég bara og... Já. Mér finnst það svolítið töff líka. Fengum ekki sjá alveg. Það er ekki dialog. Nei. Maður veit ekki hvað geðist svo, sko. Nei. Þetta er ekki mynd. Hvað er það nummer 1? Númer 1. Nú komum að þessu. Hver er betri en Shawshank Redemption? Miðað hvað finnst hún góð? Já, það er The Green Mile. Það er Green Mile? Já. Ok. Þér finnst hún betri en Shawshank? Já. Ekki miskilvæg, mér finnst Green Mile svakalega góð og mér finnst hún vannmetinn. Af hverju hún betri en Shawshank? Hvað er það við Green Mile sem fílar svo mikið? Ég held að það sé hann Michael Clarke Duncan. Já, hann er alltaf geggjar í þessari mynd. Æðislu karakter maður. John Coffey, heitir hann ekki? John Coffey, já. Það er sko þessar tvær myndir eiga ýmislegt sameiginlegt. Margt sameiginlegt. Gerast báður í fangelsi. Frank Darabont leikstýrir í báðum. Báðar Stephen King novels. Thomas Newman tónlistin í báðum. Og gerast báðar á svona svipuðum tíma 1930 eitthvað. Og ég held að það sé bara eitthvað við þannig myndir sem ég bara það fíla ég, sko. Þetta er bara eitthvað svona gamaldags, gerist bara á einum stað inn í fangelsi það sem maður þekkir ekki svona hvernig það er og sjá inn í þennan heim og svona. Nei. Og Green Mile er bara allir þessi karakterar, sko. Tom Hanks, Michael Clarke Duncan og þarna fáum við sjá svona í fyrsta skipti Sam Rockwell sem hann Wild Bill. Já. Mesti fáið. Nei, reyndar. Doug Hutchinson sem leikur. Já, Percy Wetmore. Það er mesti fáið. Það er
Ég hata hann í þessari mynd, sko. Hann er svo ógeðislega leiðilegur, sko. En geðveikur í þessu hlutverki og Hann er bara geggjaður, sko. hann er svo mikill fucking fáið í þessu. Og og líka hann sem að leikur hann mannin sem var alltaf með músina. Já, hann heitir Franskur eitthvað. heitir hann ekki Michael eitthvað? Jú, getur verið. Michael Cheater? Jú, Michael Cheater. Er það ekki? Jú. Það er Michael Cheater, David Morse var líka í og Barry Pepper. Já. Það eru geggjaðir leikarar. David Morse var mjög góður, sko. Einn af mínum uppáhalds svona karakterleikurum. Já. Elskan hann. Hann var í mynd hérna sem með Shia LaBeouf. Einhverju nýlegri eða? Nei, hann var eitthvað svona Shia LaBeouf var með einhverju stelpu í einhverju húsi og svo var hann hinum einu húsinu. Disturbia? Já. Vá, ég var að gleyma að David Morse í henni. Hann líka þennan vonda. Var hann vondi kallinn? Já. Ég sá hann bara einu sinni. Ég hef ekki séð hana frá byrjun, sko. Ég sjá bara eitthvað svona bara eitthvað svona glefsur úr henni, sko. Já, ok. Og en Green Mile, sko. Er búin að sjá hana oftar en Shawshank? Já, heldur það? Ég held það, sko. Shit, það er bara númer 1, já. Já, hún er, sko, það er einmitt mörg atriði sem eru bara til dæmis atriði þegar einmitt Percy fær að prófa stjórna rafmastólunum. Já. Þegar að vera að fara að drepa Michael Jeter. Og sleppir því að setja svampinn. Blauta svampinn. Ógeð í þessari mynd. Og þá náttúrulega bara steikist hann þarna bara á staðnum. Já. Það er bara ógeðslegt, sko. Þú þarf að fara að horfa hann aftur maður. Og Sam Rockwell náttúrulega, sko, hann er svo ógeðslegur og fyndinn í þessari mynd, sko. Hann er mjög fyndinn. Þegar hann tekur fyllir munnin á sér á kökum og einhverju drasli. Og skrettir framan í fangavörðinn og svo sko held ég bara í þessari mynd mesta svona bara besta atriði svona dramaatriði kvikmynda sögunar í lokin þegar Michael Clarke Duncan Joan Coffey er settur í rafmastúrin og Tom Hanks bara horfir á hann og bara vitandi það að hann er saklaus en verður að gera þetta og þeir eru að fara að setja yfir hann hettuna og hann segir don't put me in the dark I'm afraid of the dark og hann vil ekki fara í myrkrið. Nei. Voru þeir ekki með þess að grátandi þegar þeir eru að taka hann lífi? Jú, þeir Tom Hanks allavega Tom Hanks var eitthvað svona Barry Pepper er grátandi. Já, hann er þegar þeir eru að binda hann og segir hann við hann þurrka tárin á þér þú stendur upp. Að þetta var ekki bara saklismadur, þetta var svona góðum maður. Já. Sérst John Coffey. Já. Þannig hann náttúrulega búin að fara hann og hjálpa hann konu fangelsistjórans. Já. Þú með hann heilaæxli eitthvað og hann gatt með sínum töfurum laga það. Já. Þá eitthvað ég fekk hann það í sig sjálfur eða eitthvað. Já. En losast alltaf við það líka. Já, þegar hann opnaði munnin og já. Flugunar komuð hann. Hann lét þetta ekki í Percy. Jú, alveg rétt, já. Minni það. En svo endaði Percy á okkur hæli þannig í lókin. Já. Þetta er ógeðslega góð mynd. Heldur hún sé að því að fólk tala alltaf Shawshank. Já. Finnst þér ekki Green Mile svona fatt í skuggan? Af því þeir eru eins og segja, það eiga margt sameiginlegt. Já. Og það er náttúrulega erfitt að keppa við Shawshank. Af því mér fólk gleymast. Já. Mér finnst hún náttúrulega bara sko Shawshank er ógeðslega góð. Green Mile er bara mjög svo betri. Mér finnst það magnað. Og sem er eiginlega ekki að Shawshank er 10, sko. Hvað er það Green Mile? Green Mile er bara 10,5 eða eitthvað, sko. Hún er bara En þeir finnst ekki það mikill munur þannig séð?
Nei. Þú sagðir þær tvær var alveg langavistar. Já. Með hinnar. Og líka svo nefndi mér Shawshank áðan hann að í lokir fara þeir hann á ströndina hann. Já. Og ég væri til í að fara á þessa strönd bara. Já, bara það sem hún var tekinu upp myndin. Já. Þó þetta sér, ég var búin að skoða sko að hann segist vilja fara hann á stað hann að Chiateneo í Mexiko eða eitthvað. Já. En þetta tekið upp annar stað sko. En er þessi staði til? Veistu það? Staðir er til sko. Þessi Cihuatanejo hann eitthvað. Chiateneo eða eitthvað. Það er til sko. Það er til. En svo er þetta tekið upp á annari strönd sko. Bara stræða leið eitthvað. Nei, þetta tekið upp á bresku jómfrúreigunum eða eitthvað. Nei. Það er eitthvað strönd. Það er eitthvað pínu lítið leigja sko. Það tekið upp það. Tekið upp. Það var gaman að fara að labba það. Ég væri til í að fara á það. En svo Chiateneo eitthvað staðar nær Pacific Ocean. Já. En ég svo sem veit ekki af hverju þeir tók ekki upp þar eða. Það er ekki eitthvað ódýrar eða eitthvað bla bla bla. Já. Herðu, Andri, förum að slúta þessu. Já, þetta er búið að vera. Þetta er búið hrikalega skemmtilegt. Já. Og þú komst með nokkra myndir sem að hefur alltaf ekki verið talað mikið um þessum þætti. Ef bara eitthvað. Og þú varst ekki búin að sjá ekki allt. Nei, ég átti að sjá Elephant Man. Elephant Man. Og þegar ég klippa hana þá ætla ég að punta niður hjá mér. Eins og ég er búin að segja margótt í þessu podcasti, ég er búin að hitta svo marga áhugaðar manneskjur sem að koma ykkur á hugmyndir, listi minni bara, þetta eru 500 myndir núna síðan að kíkja á. Annarkvæmt séu að fyrst skiptið að rifja upp. Og eftir að þú talar um Green Mile. Ég hef séð hana oft, en það er svolítið síðan ég sá hana. Það eru örugglega 5, 6, 7 ár síðan ég sá hana og ég þarf að rifja hana upp. Þetta er svo frábær mynd. Þetta er bara stórkostleg mynd. Sko. Veist líka mjög gaman að þú hefur valið hana sem nummer 1. Af því að flestir myndu velja Shawshank af þessum tveimur. Já. Þannig að þú slóst í gegnum þessu pikki. Það er bara eitthvað við Green Mile sem að, eins og ég segi, kemur við einhverja hjartataugar sem að bara. Og ég myndi líka sko, það er lag í Green Mile þannig sem að í byrjunum þá eru Tom Hanks eldri á allir heimilinu og það kemur hann að Heaven, I'm in Heaven það lag og þá fer hann að rifja upp þennan tíma og eitthvað og svo kemur atriðið í myndinni hvar hann sá þetta fyrst segir að John Coffey er að horfa að því að hann hafði aldrei hort á bíómynd. Já, alveg rétt. Og færi þá að horfa á þessa mynd. Já. Þá sitja þeir í bíósalunum og John Coffey er að horfa á þessa mynd. Og þetta lag bara minnum alltaf á Green Mile sko. Svo fallegt lag sko. Endum á þessu, Andri, að John Coffey, við sjáum þetta fyrir okkur. Hann situr í bíósal, þú ert í bíóblæri og takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig.